And it's still the beer barrel guitar, isn't it? It's still the beer barrel guitar. No, when I was playing the other day, it's my original 51 years old this year. Is it? We're going to talk about what a vintage it is. It's a beer barrel. No, that's what I'm saying. I have a younger one that's made from actually whiskey. Oh, even better. When it comes to a distillery. Distilleries, this is what we're doing in Ireland. And part of the tour, which all of us archaeologists would happily have done without, for the tour was distillery. And then they keep the barrels and they just put the whiskey in, or the barrels That was the first time I reached it. I assumed that, oh yeah, I need to write shit. And it's not. It's much more like Cornwall, actually. Yeah. So it's an rolling green hill. Yeah. It's a bit of a meal. Not just one, you have to have at least two. Someone's trying to get by you. Yeah, right, pretty good. to see it. Like cake. Yeah, it is. And it's not what the same music is. Because it comes from the north, going up Norway coming down. And, well, and all the top acts of the heritage stuff. But this is not even Oh no, I haven't been up there. This is This is rock carvings, right? Yeah. Over a period of 4,000 years. Coming back to the same place. So starting 6,000 years ago, or 6,000 and really that's the one that's earlier ones were more illustration, telling little stories. And then this one was fishing, and then there's this long line. Somebody who's been waiting there a long time to get his halibut best.
Góðan dag, verið hjartalega velkomin. Ég sé að það greinilega komið nýtt kerfi hérna, maður þarf ekki að beygja sig eins og Haukur eins og þú þurftir ekki henni daginn. Herðu, þetta málþing fáheyrða jólavætti og jólasið eða jólatóna til dæmis. Ég hef haft mikinn áhuga á slíku, sérstaklega í seinni tíð og sem dæmi þá náttúrulega var Dagrún Ósk Jónsdóttir og Jón Jónsson að gefa út bókina gömlu íslensku jólafólin þar sem þau eru að nefna þessa jólavætti sem eru nú kannski ekki í útgáfu Jóhannesar og Kötlum. Það nú til margar aðra veru skemmtilegar. Atli Freyr Hjaltarsson mun ræða vikivaka leikina og jólaleikina og slíkt sko, sérstaklega kannski hvernig þeim tekið í seinni tíð. Og Þorsteinn Björnsson mun ræða svona forna og fáheyrða jólatóna og jólalög. Að auki mun Joseph Hopkins frá Hildirbókaútgáfu ræða svona jólaveru sem birtast í útgáfu hans og Loren sem birtast í útgáfu þeirra í Hildirbókaútgáfu. And fyrst and I also have to we also have friends from abroad. We have friends from UK, Norway, Sweden, scholars also, and Denmark, thank you, USA, and even one friend from Hong Kong. Where is she? She told me she would be here, but maybe she's on her way. Yeah, she traveled all the way from Hong Kong to come to this event and the event in Idno 2 days ago. It was quite an honor to travel all that way. But first is Terry Gunnell, Professor Emeritus, my former supervisor and a great inspiration for me, who will talk about Riders on the Storm, Riders at the Door, the Nordic legends of the Wild Ride. Gjör svo vel. Oop. Okay. Nýtt kerfi sem enginn skilur hér. Slideshow. How do you do it? Já. Gerist ekkert. Slideshow. Stundum hjálpar líka að færa svona, ég veit, það smá fáranleg kerfi. En þú vil fá svona... Slideshow. My goodness. Ekki bara þessu? Nei. Evanes. Yep, Anna. Oh, from beginning, not from the end? Nee. Here we go. Okay. Jæja. Gaman að sjá ykkur. Eins og þið voru að heyra áðan þá verður þetta á ensku en það verður samantekt á íslensku að lokum og líka náttúrulega það getur verður með spurningar á íslensku ef þið viljið á leiðinni. Okay. So as the title says, this lecture is going to be about folk legends, which are of course somewhat different from wonder or fairy tales. Because they deal essentially with the world that we know and are thus meant to be believed. As the Grimm brothers put it in one of their... go back, Jack. Hvernig bakkar maður? Ekki bara svona með... Nei. Gunningur. Þetta allt. Nei, þetta við lögum þetta. Svo frábært að vinna með nýtt kerfi sem enginn skilur. Brothers, ok, næsta. Svona? Já, fínt. Gott. Í bili. Já, hvar vorum við? Yeah. As the Grimm brothers put it in one of the earliest definitions from 1816, they're more historical. Legends are much more historical than poetic. I've lost my position here.
much more historical in the broad sense of the word than wonder tales. Usually much shorter than wonder tales, they're usually told as part of a conversation, and they tend to limit themselves to one main event, often connected to a particular person or a particular place. Now, being oral narratives, they not only change slightly in terms of wording every time that they're told, but they also interact in various ways with the surroundings in which they're told. Oh, Jesus. Help. Jesus. Nee. Virkar ekki alveg, jú, bara nota svona. Ja, okay. Það kannski best. Okay. Since they're about places and people that listeners knew, they naturally changed the way in which people understood these people and these surroundings, adding mystery to them, historical depth and wonder. And this was something that applied especially in the case of those Nordic legends that I mean to talk about today, which dealt with the infamous wild ride. Now, as I show in Norway, Shetland, Iceland in particular, these legends were not only closely connected with the rugged landscape, but also effectively worked alongside living traditions. And while the legends added a new supernatural dimension to the traditions served to add reality, experience, and a whole new level of belief to the legends. Now, this is going to be a sort of mixture of storytelling, lecturing, and in the case of the wild ride, I'd like to start by going way, way back in time to what I see as being one of the earliest manifestations of this in the Icelandic sagas. Now, while these accounts are mainly recorded on pergament in the 13th and the 14th centuries, they're based on stories which have been passed down in families orally since the time of the settlement of Iceland in around about 900. Now, the first account that I mean to give you comes from Eyrbyggja saga, the saga of the people of Eyri in the west of Iceland. And the account in question forms part of one of Iceland's earliest and certainly most well-known ghost stories. But like other Icelandic sagas, it underlines that midwinter was a powerful liminal period in which the gates between worlds opened up wide. A period when visitors weren't only limited to family members, but also family members and friends and the postman. The legend in question is set at a farm in the west of Iceland called Fróðá, where just before Christmas, a number of people have died as a result of a strange illness. Now, these legends have also been accompanied by the violent death of a shepherd and the extremely strange appearance of an aged, naked female ghost who started appearing in the cooking area of the farmhouse, as well as a number of other rather frightening omens. It's dark and it's cold. It might well be Christmas, but people are very, very, very nervous. Now, that next evening, a farmer at Fróðá, called Þóroddur, rode out from Nes with his men and some dried fish, and they were all drowned. The boat and the fish were washed ashore, but the bodies were never found. And when the sad news came to Fróðá, Þóroddur's son, Kjartan, and his wife Þuríður, invited their neighbours to a traditional funeral feast, in which they were going to make use of the ale that they'd brewed for Christmas. Now, on the first evening of the feast, when all the guests were seated, just like you lot, the door was suddenly thrown open, and in came Þóroddur and all of his companions, all of them dripping wet, drenched to the skin, and very, very dead. Everybody else did their level best to welcome them, and while they weren't over happy about them visiting when they were supposed to be drowned, they thought this might be a happy omen, because in those days it was believed that drowned people had been received by the sea goddess Rán if they came to their own funeral feast. And so Þóroddur and his drowned kinsman walked slowly across the main room, which had 2 doors, and then on into the living room. They ignored the happy greetings that people gave them and sat down at the fire. Now, quite naturally, those who were in the living room at the time made a rapid exit. Þóroddur and his men, meanwhile, stayed there until the fire began to burn very low, and then they went away and came back. And as long as the funeral feast went on, this continued. Every evening, the drowned folk would come to the fire, and the saga says this gave people attending the feast plenty to talk about. But there was a hope that the haunting would come to an end once the feast was over, and it didn't. After the feast, the human visitors went back home,
and there was a feeling that life would be rather dull without them. They should have known better. That evening, after the guests had all gone and the fire in the living room had been lit as usual, and as soon as it was ablaze, in came Thoroddr and his companions, once again, all of them still soaking wet. They sat down at the fire and now began squeezing the water out of their clothes. And no sooner had they taken their seats than the door opened again, and in came another group, Thoris Wooden Leg and his 6 companions, all of whom had recently died of disease. These figures also entered the room, every one of them covered with earth, and they started shaking the dirt out of their clothes and throwing mud at Thoroddr and his drowned companions over the other side. It was the equivalent of a sort of supernatural food fight. Everyone else left the room as fast as they could, and that evening people had to do without any light, heating stones and everything else that the fire had provided. Next evening, the people at home tried lighting a fire in another room, hoping that the dead people wouldn't come there, but things turned out otherwise. Everything happened as before, and now both parties came to sit by the new fire. On the third evening, Kjartan made the suggestion that maybe they should light a long fire in the living room and then another one in a separate room for the household, and that worked. Thoroddr and the other dead men came and sat by the long fire, allowing those who were living a little bit of peace to sit at the smaller one. And that's how things continued all the way through the rest of the Christmas season. And it wasn't until Candlemas that the dead visitors from outside were eventually exorcised by a Christian priest, making a final departure back to the hills that they had come from. Oh God, here we go again. So help. I'll press the right button next time. Oh. So. Yeah, it's always better Yeah. to press this one, just the arrows. Yeah, I'll try. Yeah. Now, the belief in this area was that after their deaths, most of the dead lived on inside this mountain here, which many of you know, called Helgafell, the Holy Mountain. Other legends told of them being heard partying inside there. Now, this idea of the dead visiting farms at Christmas is also echoed in another saga called Grettir's Saga, in which the hero, Grettir, somewhat like a sort of ancient version of Bruce Willis in the Die Hard movies, finds himself battling booglies of one kind or another every single Christmas. Christmas comes again just like Bruce Willis, oh God, someone else to fight. The most famous account tells of him wrestling with a ghost called Glaumr, who's been annually attacking a northern farm during the seasonal period. The story in question is very closely related to that in an Old English account telling of the hero Beowulf and his fights with the golem-like monster Grendel, and then, even worse, Grendel's mum. And you might remember her, especially some of you, from when she took this image of Angelina Jolie. Keep her in mind because we're going to come back to her later on. Now, corporeal ghosts, however, were not the only outside supernatural threat in medieval Iceland, and Christmas wasn't the only turning point of the year. In many ways, more important in earlier times was another festival which was known as the Winter Nights, or the Veturnætur, back in late October, a period that was later replaced, of course, by Halloween. And we all know what that period was associated with. In the Nordic countries in earlier times, there were only 2 seasons, winter and summer, something that makes, of course, total sense if one notices exactly how quickly spring and autumn go by in Iceland. So one day it's summer, next day autumn, next day winter again. All the leaves have gone. The winter started in October, and just as people in this period saw night preceding day, hence the importance of Christmas Eve, New Year's Eve, 12th night, Midsummer night, just as night preceded day, then so too did winter precede summer. In short, the winter nights were the start of the year, not New Year. And the same thing applied in the Gallic countries, which have the Feast of Samhain at this time, a feast which forms the background of course, modern-day Halloween. Whatever, in both cases, this was the time when night begins being longer than day, when darkness starts to rule. It was also the time at which in Iceland, people, most often women, used to make prophecies about the coming year. This was, of course, the time at which people were wondering who's going to survive the winter and whether there's enough food being collected to keep everyone alive as the sun went down.
Now, remember what I said about women rather than men making prophecies at this time. And in this connection, it's worth noting that the heathen sacrifice that took place in Norway and Iceland at this time of the turning seasons was called the Dísablót, the sacrifice to the Dísit. And because these two were female figures, and essentially they were farm protectors, a form of guardian spirit for the family group, the ancient word dis having close connections to other Indo-European related words like deus. And the Disa themselves had many parallels to the more individually related Valkyriur or Valkyries that I'm sure, of course, you've all heard about. But this aspect is most clear in the next saga account that I want to read you, which describes one of their physical visits at the time of the Dísablót. Now, the account in question is a short legend from the 13th century manuscript Flateyjarbók, and it's called Þiðrandi þáttur or Thorhals, the story of Þiðrandi and Thorhallur. Now, the language of the piece is often very stiff and uncertain, full of literary formulae and motifs drawn directly from Christian hagiographic literature, and is obviously intended to serve as a piece of Christian propaganda. Nonetheless, there are many interesting elements in this account that demonstrate that the author also had a real interest in both the folklore of the 13th century and the concepts of the Old Norse religions. The account as a whole refers to the period just before the conversion of Iceland, around about the year 1000, and tells of a pagan chieftain by the name of Hallur of Síða, who was later to become one of the main champions of the Christian cause. Now, at this time, however, Hallur is still heathen, and he's planning to hold a festival to celebrate the winter nights. The account runs something like this. Now, the feast was prepared for the winter nights, and few of those invited came because the weather was very, very stormy and troublesome outside. Some wonderful sort of Hollywood wind effects going on in the background here, just imagine this. And when people sat down to eat that evening, a man called Thorhallur, who had particular knowledge of pagan ways, said, "I would like to ask people to take my advice in that nobody must go outside tonight because great harm can occur if this is not followed. Whatever portentous things occur, take no notice of them, and if anyone reacts to them, something bad will come of it." Now, Þiðrandi, Hallur's son, waited on the guests and washing their feet and doing other obvious regular things that people do with people's feet. And in this, like everything else, he was meek and humble, and you can guess who he's being referred to here. But anyway, when people were asleep, there suddenly came a loud knock on the door. And as ordered, everyone else acted as if they knew nothing about it. And this happened 3 times. And then Þiðrandi leapt up and said, "It's a real pity that everyone here is pretending to be asleep when guests are arriving." So he took a sword in his hand and he went out. And he could see no one outside in the darkness. It struck him that some guests might have maybe ridden ahead to the farm and then gone back to those others who were riding more slowly. He then went round to the wood pile and suddenly heard the sound of riding coming onto the farm down the fields to the north. And he saw there were 9 women coming into the field, all of them in black clothes and with drawn swords in their hands. And he also heard the sound of riding into the field coming from the south. There were another 9 women, all of them in light clothes and on white horses. Þiðrandi was planning to go back in and tell the people what he'd seen, but the women dressed in black got to him first and attacked him. He naturally, being a saga hero, defended himself bravely. And a long time later, those inside went out to see where he'd got to, and there was moonlight and frost outside. And they found Þiðrandi lying wounded and carried him in, and he died that next morning at daybreak. That's before the night was over. The Christian interpretation of this account was that the armed ladies in black were pagan Dísit who wanted a human sacrifice, while those in white were spirits of the coming religion. Now, whatever interpretation we choose to give to this, there are certain key features that are very relevant to the discussion of the wild ride.
And central here is the idea of armed supernatural women on horseback charging onto a farm, a civilized cultivated area at nighttime from the outside during a key winter period of transition. And the idea of the outside taking over the inside and demanding offerings, as we saw in Eyrbyggja Saga earlier on. Now, yet another reflection of exactly the same idea can be found in a contemporary saga from the 13th century called Íslendinga Saga in Sturlungu, which tells of a high-ranking man called Jón Loftsson who'd been highly rankled by a local satirist, somebody who was doing sort of ádeilur. You can think a little bit here of Donald Trump and Stephen Colbert or something like this. But as Jón charges down the hillside towards the farm which had been insulting him, he quotes the following verse. Hér fer Grýla í garðofan og hefur á sér hala 15. Here comes Grýla down into the field with her 15 tails. So who was this Grýla that he was putting himself into the role of? And certainly any child in Iceland or the Faroe Islands today will certainly be able to tell you. She is an ugly female ogress who lives in the mountains, who loves collecting badly behaved or badly dressed children in a sack to eat as sushi. Now, in earlier times, she's said to have had horns, a muzzle, and numerous tails. In a sense, she was the first feminist. You'll hear more about that later on. And while she appears in the Faroes at the end of winter, the Faroe Islands at the end of winter, in Iceland nowadays, she is associated with Christmas and with a bunch of bearded weirdos looking a bit like aged Hells Angels without bikes. And these guys come down from the mountains at Christmas, as Christmas approaches, moving into the populated areas one by one, leaving small presents for children. The names such as sausage swiper, meat hook, candle catcher, bowl licker, and curd slurper, and sort of an early version of dishwashers here when it comes down to. But nonetheless, they underline the fact that in past times they weren't so much givers as takers. They were sometimes accompanied also by another rather odd creature called the Christmas cat, which sometimes eats people, and then Grýla herself. Now, interestingly enough, versions of the same verse from the 13th century are still being used about her, both in Iceland and in the Faroe Islands, where people, earlier adults, but now mainly children, still dress up as Grýla at Shrovetide, going around houses, trick and treating. In short, symbolically invading the civilized areas and still demanding sacrifices. And this idea of bringing Grýla back to life and acting her may actually be very old indeed. And especially if we go back to the account that I just mentioned of Jón Loftsson attacking that farm and quoting the Grýla verse. And it's worth noting that one of his main targets on that farm was this satirist, the Stephen Colbert figure that I was talking about earlier on, who was called Steingrimur Skinngrílason, the son of Skin Grýla. Now, like the verse with its talk of numerous tales, the name Skinngríla naturally implies somewhere the use of animal skins, which are a natural way of disguising yourself. So, here we have yet another invading female figure living in the wild, associated with turning points of wintertime, and here even aspects of horned bestiality. And in this context, one might also remember that just over the water, in Ireland too, winter as a season is represented by a female ogress called the Ceach, a figure who personifies hunger and deprivation. And her name also means old woman. Okay, time to move on in space and time to mainland Scandinavia, and the folklore recorded there from the 19th century onwards. Time to move on to the descendants of the figures that I've just been describing, and especially the image of the wild ride itself in Nordic folklore. Now, in very basic terms, the term wild ride relates here essentially to the sound of the storm in wintertime. Commonly associated with a hunt in many areas, there was obviously a great deal of regional variation in the way that it was understood and the way in which it was portrayed in folk narratives. And this applies especially in Scandinavia, where we have not one but two main types of wild ride story, which are reflected in two main types of name. Now, in Denmark and Sweden, and we have some Danes here, is that right?
Yeah, let's see if you know anything about this. Anyway, Denmark and Sweden, especially in Götaland and Värmland, we have the emphasis on the idea of a hunt rather than a general ride, and direct connections, first of all, to an aristocratic female figure, a solo hunter, and then a hunted female figure who is usually supernatural. And while the hunter is often associated in legend with the Nordic god Odin or Oden, he evidently has a whole range of other names, especially if we look at Tim Tangaline's database of Danish legends collected by Evald Tang Christensen in the second half of the 19th century. And then also Bengt af Klintberg's types of the Swedish legend and the maps in the Swedish Atlas over Svensk Folkkultur from the 1970s. And as you can see here, the names in question, I can see it on the right there just about. The names in question regularly relate to a form of the god's name. In Sweden we have Olwin, Orn, Owan, Oda, Noa, Nowak, Norden, Joa, Moa, Olle, along with various references to the devil under the name of Hin, meaning the other guy. It's a way of avoiding naming him, of course. Examples of this, of course, are seen in Hinsjakt, Hinjakten, Hindjakten, and Hinsjakten. And then we have a few other regional names, such as Kidron, Rap, Pelle, and Halle. Now in Denmark, we again have the same range of Odin names, many in their older Germanic form of Wotan, including the very common Uen, and then we have Wins, Johan, Jon, Wayen, Woyens, Woen, Wayen, Vorn, Voyen, and Nioyen, and then variations of the names Horn, Hoen, Hoen, Huen, Volmer, and Herold, and then last of all the devil and some guy called Casper. Now, general descriptions of the hunt in these parts are relatively simple and are well summed up in this short account from a man in Jylland collected by Tang Christensen. As the informant says, "Oh, you can hear Johan's hunt in the air. Sounds just like the baying of dogs. And if someone whistled just when the hunt went by, it would land and all the dogs would bay. And when I was a child, we were always told not to whistle at night. Otherwise, Johan's hunt will come, my parents said." Now, apparently the hunt here and in Sweden could be heard at various times during the fall, the winter, and the spring, as well as around midwinter. And scholars, of course, have suggested that the sound of hounds that were talked about may well have a background in the honking of migrating geese. Now, if we go on to the legend itself, this version from Östergötland in Sweden is fairly typical. The informant says, "A bit of hunter has actually seen what they call the chase of the hind. He was a hunter and lived somewhere between Linköping and Mjölby, and he was driving a whole load of grain through the woods one day, and suddenly a woman ran past him, and her breasts were so long that she had to throw them over her shoulders. Anyway, and then a little later, two dogs ran by, and two riders riding abreast, and they asked him whether he'd seen a hind, and he answered with a curse and said, 'I'm not going to tell you, no matter what I've seen.' Later on, he heard a shot, and they came riding back, and they had a woman hanging between them." Now, with regard to this sort of legend, which I'm sure Me Too would have had more than a little to say about if they'd been around in the late 19th century, we have more than 60 examples that were recorded by Tang Christensen in Denmark. Now, as you've seen from earlier slides, even more were collected in southern Sweden. It's worth noting, though, that even though the name of the god Odin is often associated with these accounts, and even though they all come from those areas in which the god was most popular in pre-Christian times, very, very few of them ever talk about a group of riders. Even less, if any, even associate them with the ride of the operatic Valkyrie made so famous by Wagner. Now, a large group of riders is nonetheless central to the Norwegian accounts, and we can certainly see a clear bridge between those in Denmark and in Norway in this powerful example from near Roskilde in Zealand, which gives a good introduction to the second type of legend. Now, all over Denmark, there can occur a terrible form of hunting, which everyone who's seen or heard of it speaks with horror. What happens is that at certain seasons, you hear whistling and roaring up in the sky, howling and clamour, crackling and clattering, a bit like when a hunting party is careering through the woods and fields with horns blowing,
hounds baying and huntsmen galloping wildly. This, say the country people, is the flying huntsman. And they fling themselves face down on the ground, hide behind a tree, till the enormous, monstrous company has passed by. It's also called King Volmar's hunt, for King Valdemar is now condemned to go hunting every night all the way from Bura to Gura, and he generally comes riding through the air with his hunting party. And as he draws near, one first hears howling and clamour and the cracking of whips, and straight afterwards comes the hunt itself. And at the front, there are coal-black hounds that run rapidly to and fro, snuffling the ground, and long glowing tongues lolling out of their jaws. And then comes Volmar himself astride his right horse, and sometimes even carries his head under his left arm. Sorry, wrong arm. Under his left arm. And if he meets anybody, especially any old people, he orders them to hold a couple of his hounds, or else fires a shot soon after, at which the hounds snap up all the leashes and chains and race off, following the hunt. And when King Volmar comes hunting, you hear him smashing gates down, and if he wants to pass through a farm, all of the bolts suddenly fly open before him when he comes. Sorry. And it's said that there are, certain farms through which he regularly takes his course, in one gate and out the other, and that people leave gates open at times when he's likely to come. There's one farm in Bistrup, behind Roskilde, about which, among others, this tale is told. And at some other places, his regular course passes over the buildings. And there's supposed to have been one roof in Herlufsholm which has sunk right down in the middle because he used to ride over it so frequently. It's somewhat difficult to connect this kind of wholesale destruction, of course, to a bunch of geese when it comes down to it, however angry they might be. Now, as I say, the legends telling of the wild ride in Norway are different to those from Denmark and Sweden in all sorts of ways, and much more in line with that imagined by Wagner and those earlier stories from Iceland that I noted earlier on. Now, connections with the god Odin have once again been read out of the commonly used Norwegian name for the ride, Åsgårdeia, which scholars in the past went out of their way to reinterpret as the Ausgardsrey, the Ausgard ride. The suggestion that this was the ride of the dead warriors of Ausgard led by Odin. Now, such an idea is particularly clear in the image of the ride presented by Henrik Ibsen at the end of his early Viking drama, The Warriors at Helgeland, from 1858. Now, in the play, the main heroine, Hjördis, who you can see over here in all of her gear, she's just thrown herself off a cliff in good Ibsonian style. And the rest of the cast are now gathered on stage to discuss what's going to happen next. Enter the wild ride from stage right. And let's have a listen to what happens. Gunnar says softly, "Killed him the night before our duel. She must have loved him then." They all start back in terror as they hear the sound of the Ausgardsrey in the air. Egill in terror, "Father, look!" Gunnar, "What is it?" "Up there, all of those black horses going by." "It's only the clouds," says Gunnar. "No, it's the ride of the dead going home." Egill with a shriek, "Mother's with them!" Dagny, "Merciful powers!" "Gunnar, what are you saying, child?" "There," says Egill, "in front, on a black horse. Father, father!" Egill clings in terror to his father. A short pause. The storm passes, the clouds part, and the moon shines serenely over the landscape. Gunnar, quietly and sadly, "Now Hjördis is surely dead." Oh, that's the way they made tragedies in the old days. Anyway, there are several things to note here. First of all, Ibsen collected folklore himself in the west of Norway before writing this, and he's not merely making this image up. Secondly, he makes it very clear that this isn't so much a hunt as a ride of the dead. There's no dogs here. And thirdly, and most important for us now, it's his emphasis on the fact that the leader of the group of riders is not a man, but a woman. Now, in recent years, the connections between the word Åsgårdeia, Ausgard, and Odin have become increasingly drawn into question.
outside a single reference in an early Eddic poem to dead warriors regularly riding in the air, which you can see up here, there's actually very little in later folklore to support this idea. Now, indeed, the Åsgårdeia is not the only expression used for the ride. Equally common in Norway are the expressions juleskrei and julereia, which is the Yule ride, which underline the firm connection that exists between this tradition and midwinter, and especially the Yuletide period, in which the ride, made up of the dead and or various supernatural beings such as trolls, are seen as leaving the local mountains and then coming screaming down onto farms, taking food, drink, harming animals, and occasionally stealing or killing any people who happen to get in their way. In many cases, they're believed to, as in Eyrbyggja, physically take over farms during the Christmas period. Now, this famous picture here by Josiah Dahl of Stalheim in Hordaland in western Norway from 1842, I think effectively catches the environment in which the beliefs in the Åsgårdeia lived, and not least the degree to which Norwegian farms were always somewhat dwarfed by their environment. Indeed, here it should be borne in mind that the idea of the ride threatening farms at Yuletide was part of a wider pattern of human behavior. Because in the summertime, when there was little darkness in the area, then, of course, as in Iceland, farmers would extend their area of activity way up into the mountain sæters or mountain dairies or ser, which are way above the farms, and the girls there would be doing dairy activities. But the rule was that as autumn came down, that the dairies must be abandoned by a particular time, usually in late September or early October, something given additional force by many, many legends in Norway, which tell of these dairies then being taken over by the so-called hidden or underground people, the huldra or the underjordisk at that point. Anyone who stayed on there any longer after that time was seen to be in danger of being abducted or married off to the hidden people. In short, as darkness grew and as the snow line headed down the mountains, so too did the territory of the supernatural, which would gradually advance on farms, reaching, of course, a climax point at Christmas with the arrival of the ride, a time when, in many places, people, certainly in Norway, would avoid going out at all, because outside is the area of the supernatural. Now, the widespread legends of the Åsgårdeia, known throughout the country, and especially in the West, helped to underline this idea. So let's listen to a few short legends here. But first, you need a bit of background on how farmers in the 19th century in Norway seem to have prepared themselves for the arrival of the ride. Now, numerous accounts tell of how, while women were baking and preparing Christmas foods, the men would have been busily hammering steel nails above the doors of the stable, the barn, and the farmhouse, or the stubble, this building here, as protection against entry by evil spirits that were approaching. A nail would also be put, and I wouldn't recommend this, would also be put into the crib of the youngest child on the farm, and especially those children who were still unchristened. People had heard tales of how one man had actually heard ugly voices whispering and chuckling outside the door of his farm on Christmas night about how they were planning to steal the baby of the house. And the baby was only narrowly saved by the rapid placing of an iron rivet in the crib. One didn't take chances about whether such a story was hearsay or not, but nails weren't the only items you could use. In one village in Sogn in Norway, people would often thrust a knife into the door frame of the house. Sickles would be put into the cornstall, scythes laid in the hay to make it undesirable for potential supernatural thieves. Elsewhere in the same area, sickles could also be put into the farm stream to create a magical barrier against the coming of the ride. And even more common was the use of tar crosses, like these, which you can see painted over the doors of the cellar, the storehouse, and the stable. And if you visit farmhouses, which have been preserved still today as part of regional outdoor museums in Norway, Western Norway in particular, you can still regularly see evidence of these precautions, underlining the strengths of the beliefs that existed of the danger of the ride.
And then came the legends themselves, such as this one, which is highly reminiscent of the ancient story of Theodrandi in Iceland. Now, also from song, it tells how people used to have a tradition of visiting a bathhouse just a short distance away from the main farm to clean up before Christmas. And it was well known that you had to get out of there before the ride arrived. Being the last one in the bath was not an enviable position, and not least when everyone must have heard of how one man who'd been cleaning up the bathhouse before leaving never reached the house afterwards. And when people on the farmhouse timidly ventured out in search of him later that evening, they heard foul voices issuing from the darkness in the vicinity of the bathhouse, in which the man who was called Jon, where is he? He's sitting at the back here, and he never returned. And what they could hear was, "We're nibbling away at old Jon, we are," said the voices, nibbling and nibbling. I should have got you to do the voice for that, actually, wouldn't I? And quite naturally, no one ever dared to go any closer. They realized that they were dealing with the members of the Wild Ride, and it wasn't until next morning that they gathered up the courage to go in, and what they saw was not a very pretty sight. Thank God for the arrival of IKEA and home baths. But the Óskareyja didn't only kill. Other legends tell of people who were caught outside and were taken with them way across the countryside as they rode from farm to farm. And when these people eventually managed to escape and get back home, they would bring evidence with them, taken from farms miles away that they'd been visiting over the course of the night. And worse still were the numerous legends from Norway that tell of the Óskareyja physically taking over farms at Christmas, legends that bring us back to the first account that I told you from Iceland. Classed by the Norwegian folklorist Reidar Christensen as the Christmas visitors, this story was extremely widespread in both Western Norway and in Iceland, where it was slightly different. Now, it seems that to have been particularly associated with farms called Kvam for some reason. And this version, which once again comes from song, tells how at Kvam, just like everywhere else at Christmas, once the food had been placed on the Christmas table, it wasn't cleared away for several days. Any visitor who arrived would always find food waiting for him, as well as a sup of Christmas ale. Problem was, though, that the most regular visitors at Kvam tended to be the Julaskrei themselves, who would more or less take over the farm every Christmas Eve, and they expected to have food waiting for them. Meanwhile, as in Froðá in the 13th century, the household itself would have to go out and spend the night in the stable. Nobody dared approach the farmhouse itself on Christmas night, especially after legends had told of one lad who had misguidedly attempted to break in to take some cakes over to another starving household living nearby. And like others before him, he too had been promptly whipped up by the riders. And on his eventual return, he'd been so badly shaken up from that time onwards that he never dared move an inch beyond his bed at Christmas night. And so the situation remained pretty serious until one year, a stranger, a little bit like Bruce Willis, appeared asking for board and lodging over the Christmas season. The farmer at Kvam apologized profusely, saying that night they themselves are going to be looking for somewhere else to sleep. Nonetheless, the stranger asked for permission to sleep in the farmhouse itself. Now, surprised at such idiotic courage, the farmer agreed. And inside, the stranger prepared himself, armed with a gun and, of course, a single silver bullet. It's a bit like the Lone Ranger in the past. And as usual in good time, the ugly members of the Wild Ride burst their way into the building and proceeded to stuff themselves with all of the delights of the table. And eventually one of them lifted a bowl of ale and proposed a toast to the leader of the group, who in this case seems to have been a bit more pagan than usual. "I raise this toast to you, Thor," he called. And at that moment, another voice issued from beside the chimney. "And here's my toast," was the voice. It said to the accompaniment of a gunshot. The group leapt up in total uproar, and the king, as he was called, collapsed to the floor. Screams and yells filled the night as the members of the Julaskrei raced each other for the door. "Jesus, it's one hell of a Christmas in Kvam this year," they screamed, dragging the king out.
And as for those living in Kvam, they had a kind of peace at Christmas from that time onwards. As everyone knew, though, the members of the Ride were quite capable of moving in on any farmstead in the area in the same way. It was a thought to bear in mind as you supped your Yuletide dram in the candlelight. Now, many other Norwegian legends of this same kind include the added feature of a pet polar bear, which the hero has with him, another motive with sort of very early associations, and so you can see clear parallels with that and Die Hard. But anyway, if we return back to and Home Alone, I went back just to mention that once, never again. Now, if we return to the nature of the ride itself, though, the key shared feature is this element of the ride. The participants vary and have probably developed over time. It's noteworthy, though, that no mention is ever made of these people being the warriors of Valhalla. The group is usually made up of trolls, sometimes criminals, like men who've been moving boundary stones, but in all cases they are less than friendly. And things get even more interesting when we talk about their leader. As you heard in the last account, there is talk of a figure called Thor, more commonly Trond. However, even more common in the north and west is the idea that the group is led by a female called Gura Risaröver. That's Gudrun with a horse tail, a name that certainly gives us a number of interesting parallels to the ancient name of Grýla in Iceland, Shetland, and the Faroes, especially if you remember the idea of her tails of skin. And another name known around the area of Hardanger in particular is that of Lucia. Nothing at all to do with the Christian Lucia with her white clothes, her crown, and her candles. This Lucia would go round farms, visiting farms, accompanied by her own group of Yule lads. As you can see down the bottom on the right here, they're called Julesveinar. And she is certainly a walking look-alike to Grýla with the horns, the tail, and the bag. Now, Lucia leads us directly on to another closely related tradition that the children, at least, helped to give weight to the stories of the Juleskrei in Norway. And at that time, when the wild ride came down, was also the time at which Norwegian farms would literally be subject to invasion by a little bit of advertising break here. Groups of people dressed up in masks and animal skins who would demand food and alcohol. And as described in some detail in our book, Masks and Mumming in the Nordic Area, which is available for free online, these were traditions that used to be known from an early point all over Scandinavia. And in one form or another, one finds them reaching way down towards the Alps in the form of another horned female figure like the Krampus, and then another female figure called Pekten, who used to come around in the midwinter period. In fact, you also find similar sorts of beings way down in Sardinia. And in Norway, they went by the name of the Julebukk, or its female form, the Julegeit, in short, the Christmas goat. And here are a few images of them and their masks. And this has clacking jaws, which sort of open and shut, and things come out of the jaws at the time. And here you can see exactly how widespread these traditions were throughout Norway, where the legends of the Åsgårdeia were being told. They're certainly not bound to larger cities like Bergen or Oslo. They're down the fjords, they're deep into the countryside. Now, it's evident that the legends of the Julereia gave fear and mystery to the goat-like mummers, and that the loud physical arrival of drunken, smelly, bestial mummers in your cramped, candle-lit living space in the middle of the night added a certain degree of reality to the legends. And this liminal blending of enacted tradition and belief is, to my mind, no better underlined than in the following account from Shetland in 1884, where the mummers or geysers that used to come round at Halloween tended to be completely covered in straw. Now, the writer, R. Menzies Ferguson, who was staying in a small hotel, had evidently never come into contact with beings like this before. And actually, the hat was supposed to go over the head. It's just lifted up so it can show the face, but otherwise it would go right over the head. And he describes how a knock came on the door and how a young boy and the landlady of the guest house came rushing into the kitchen in terror, saying that the fairies or the spirits of the hills are taking over the house. Ferguson, narrowly preventing another guest from grabbing a gun, sallies forth to see what's going on.
And as he writes, I was the first to enter, but I hastily retraced a few steps as soon as I saw that the kitchen was full of beings whose appearance, being so unearthly, shook the gravity of my muscles and forced the cold sweat to ooze out of every pore in my body. And there they stood, as like so many statues, one of whom was much bigger than the rest and of gigantic dimensions. Eyes, mouths, and nose had they none, nor the least trace of a countenance. And they kept this incessant grunt, 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 or the noise a bit like swine or turkey cocks. And their outer garments were as white as snow and consisted of petticoats below and shirts on the outside and sleeves and collars, and they were all veiled, and their headdresses and caps were about 18 inches in height and made of straw, twisted and plaited. And the spirits, for such as they appeared to be, had long staves with which they kept rapping on the floor. And between them and the door stood one as black as Horny, but more resembling a human being than any of the others. And my landlady, by this time, had considerably recovered, and the sight of the keshi, or the bag, tended to greatly allay our doubts, and we all ventured into the kitchen. And immediately upon entering the kitchen, they formed themselves into pairs and commenced hobbling and dancing. And when asked what they wanted, the bag was presented, and in it was a piece of lamb and other edibles. Their chieftain, or leader, muttered in a disguised and guttural tone of voice that they would take anything we chose to give them. My landlady gave them some lamb and some oatcakes, with which they appeared highly elated, and they returned thanks with bows and curtsies, but still kept up this incessant grunting. And before leaving the house, however, they did inquire of me in the same guttural tone of voice that if should they go to the minister. Oh, certainly, I said, be sure you go there and give him a specimen of your dancing, for the minister is a very liberal gentleman, and I'm sure he'll fill your bag for you. Now, it's worth remembering that in this regard, that one of the names that the mummers in Shetland go by is the Grulaks, something that underlines another connection to Grilla and to Gudro and other female ogresses, and their connections to the infamous supernatural winter invasion of farms. And Odin is once again totally notable by his absence. So, who was the original female leader of the Norwegian and Icelandic wild ride and its various manifestations? Some people in the past have tried to connect this woman Gudrun Risaröver with Gudrun Gjukadottir, the wife of the Nordic hero Sigurd Fafnisbani, the killer of the serpent Fafnir, who according to at least one account is now got so old he goes along with her in a secondary role, and he's now so tired he has to keep his eyes open with matchsticks. Again, the woman rules. But even more logical to my mind is that we connect her with the ride of the Dísir that I mentioned earlier, the threatening figure of Grilla and Lucia as the representation of the winter, the Gaelic Ceach. And indeed, as I noted, it's well worth remembering that several saga accounts do talk about women coming around farms making prophecies for the coming of winter at the time of the winter nights. There's little question to my mind, at least, that the festival at the start of winter is strongly associated with women and darkness. And of course, nowadays also it's a particular female festival for other reasons. It's ideas like this that have encouraged me to tentatively suggest that at some point in some areas of the Nordic world, and especially in Norway, Iceland, and the Northern Isles of Scotland, which were settled by Norwegians, that the year may have been divided into two seasons that were related to gender. The summer, time of war, trade, harvest, travel, being associated with men, while the winter, a time of darkness and growth and death and then birth, was associated with women, at the time when the sphere of activity on the farms was also limited to the farmhouse, which of course was in the control of women. Arguably, the wild ride, led by a female figure, underlined the domination of this supernatural female representative of the winter, who was of course closely tied up with nature and the wild. This was the time when she was at her very height of her power, something that was very difficult to question when she, with her followers, smashed their way across the farm walls to take what was due to them within your lounge. And then you can possibly say sort of, welcome home, Mother Claus. Thank you.
here we have, if you want, as a quick samantekt á íslensku hér og eins og ég segi þið get spurt ef þið vilja á íslensku. Kæra þakki fyrir. Einhverja spurningar, any questions? Algjör þögn. Yeah, this is, thank you so much. I really enjoyed it. This is maybe totally tangential, but when I went to the National Museum of Denmark this summer, they had an exhibition on magic, and they had this wooden dog called Grüla. Have you seen this? I haven't seen that before, but certainly in Danish dialect. I didn't say here because I'm not concentrating on Grilla, but in dialect from Jylland, then certainly ura, to growl is Grilla. Yeah. Some kind of a magical dog. Interesting. Okay, that backs up that sort of idea, because if we think of the other names of Jötnar, Ymir, and so on, they tend to be to do with sounds, and this would certainly pass with her. And interestingly, Snorri Sturluson called his booth out in Thingvellir Grilla, which says not little about his ego. He moved it later on to Valhalla. He's working his way up, but as seeing himself as a threat. Don't come and visit me, mate. Yeah. Thanks. Yeah, I was just thinking that particularly the thing about the dogs, that there's maybe another extension of that thing with the black dog tails that you find in England, like Black Shuck and so on. Yeah. Yeah, you said that the devil is often associated with a black dog, especially when it comes to Denmark. And actually on these traditions, I didn't put it in here just because it would have lengthened it. There's some incredible traditions from Kent, which was very Anglo-Saxon, of course. That's where we have Sutton Hoo. And there we have the wooden horse, which goes around all of those areas and does exactly the same thing at Christmas. So to my mind, clearly closely associated with this, which does suggest that these traditions are very old, if we're going back to Anglo-Saxon periods. Så á íslensku þau vilja, ekkert má. Já, kannski bara hvort það sé þá mögulegt að jólasveinarnir hafi upprunalega verið svona svipaðir svona búningasviðir krakkar eða ungt fólk kannski sem kom á milli bæja og var að byrja. That finnst mér, I'll keep it to English so everybody else can answer. It's asking us that the Jólasveinar have a background, and this is really actually what I'm trying to say here. We see those of you who were in Isno the other night with the costumes that were being put on there, the Vikivaka games, especially the Thingolp, the one that came in last, is described almost exactly in the same way as the Jurabuk here, the Christmas goat. And again, the idea that they don't give, they take. The difference about sort of Iceland compared to, say, some areas of Norway, which tended to be in small villages of areas, Iceland was much more spread. And in a sense, it was easier to move the gathering, instead of going around all of the houses, to move the gathering to one place, and then everybody comes there, which I think is what's happening with the Vikivaka the games, which we'll be coming on to later on. Yeah. Nice, yeah, absolutely. So but I'm not going to try and translate. Are you going to translate it over? So there are gods and there are rules, and there's references to hunting, and animals and trolls and elves apparently all coming along. So this never seems to be mentioned in connection with this, but I think it might be a branch of the same. Yes, certainly, without any question. And of course, the verses about Grilla, which initially aren't associated with Christmas, the ones that we find in Sturlunga, for example, she's regularly traveling. You never know where she is. Has anybody heard about where Grilla is at the moment? And it's something that Sverrir
King of Norway played on when he calls the first book in his saga, which was closely associated with Grilla. And I'm not going to say he's a little bit Trump-like here, but he's certainly working on creating a supernatural image of himself. A bit like sort of Robin Hood. Nobody knows where he's going to appear next at Christmas. So he's turning himself quite effectively into a sort of supernatural figure who is a threat in the mountains, which makes him more powerful than a human. And of course he's suggesting that he's got holy background as well. But yeah, and we do find, so Orkney has similar stories, and then it's a bunch of sea creatures that take over mills at Christmas time, but exactly the same idea of this takeover of places. So great to have that, thank you. The legend called King Volmar. Yeah. It's still very lively around Gothenburg and Næstved. We know this king who is just run on the horse. Yeah, so it still lives. Interesting, yeah. Yeah. Ragnarok. Yeah. So it is interesting, you're from Denmark, that the Julebuk traditions, which were widespread there, that they were shut down much earlier because it's sort of easier to do it than it is in the fjords of Norway, where it goes on much, much later. But I know people are trying to, a little bit like these guys here are trying to resuscitate and bring back to life the beasties. I know in Denmark they're thinking of doing the same thing, the return of the Julebuk. Just when you thought it was safe. There are some traditions when there are 3 oak trees around Gothenburg. When one tree was burned, you had to plant the oak tree the same place, so Volmar will not disappointed when you run through the town upon the trees and so on. This is very, very strong. Don't tell our Valdemar about this. You'll start taking on new sides of his character. Here comes all of yeah. Yep. There's more goat creatures growing and being very, very strange. They are very lively in the Slavonic countries too. Austria and in Poland, for instance, very much. Those ones. They are very known. Yeah. Going through the Christmas time to on the villages. They are knocking on the doors. Yeah. And children are scared. Yeah. That's horrible. No, exactly, and certainly you go to Austria, but people would keep trying to say it's the devil who's going around with St. Nicholas. It's not the devil. It's a horned figure who is much wider spread. And so the female element, even of these wonderful beings here, they're wearing a headscarf, like a woman again. And what happens in this street? You get a whole line of about 20 of them, all going together, clumping through. They've got 20 kilos of bells on the outside of them, and they used to go around the town. They're marking the community out. Basically, what's happening. Yeah, incredible stuff. But it underlines women are tough. Don't argue with women at Christmas time. And Grilla ate her first husband. Remember that one. Yep. So, Coffee. Coffee. Ja. Þetta var geggjum. Það var æðislegt. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. So the one example I can think of from the Saints' Calls, unfortunately, is only a single figure, not No, okay, and visiting. horrible smell and horrible mist come in. And
men appear, and then appear. Is there 2 men up here who are? 2 men, and they're both bishops. And it turns out that they are Forlaughly and Forlaughly was a saint at that point. But the one who deals with it, the little girl has a handkerchief like this, and so the Virgin Mary appears. But it is such a cute story. And she frightens them away. The monster, yes. But the monsters are Þorstein, They come, so the 3 people show up. sko, ég er búin að opna svona hlekk. Þetta er svona, þetta er persónulega tölvupost mín og bara kannski ekki fara þar. Ég er, þú er bara hérna. Ég er hér, já. Já, það er svona í svona get ég ýtt með á? Google, skilurðu, þetta er hlekk. Og hvar get ég ítt á slides? Fyrir þetta má Skipna sýning kannski? Já, kannski. Já, og þá í rauninni býtu S. Já. What happens later is that Svo, svona window líka hérna og þetta er rauninni, þú má líka færa hérna og svo opna og svo segja svona presentation, þá verður og þá þú getur Já. en svo ég mun bara sýna þér svona þú verður svona og svo þú getur bara en hvað er núna eða S þetta er skrítið samt að því þetta átti að koma hérna líka eða kannski býtu, ég mun bara gera svona já, en double má sjá veit ekki hvort þetta tengist And in fact, I tried to argue somewhere along the því það fær þetta in a line or possibly a footnote just commenting on Martin in that role. Because this is one of Fyrir að hugsa, þú verður líka að færa á milli en er í lagi fyrir því að hafa þetta svona? Já. Ok, Martin was patron saint of Wicked. Ertu að lesa? Nei, ég er með blöð. Þú er með blöð, þá þú verður, ok. Þetta er ekki að virka. Guðmingur, þau eru líka búin að breyta svona skipta tölvan, þá ég er í pínu... Þetta er alla. Já, þá þú getur, já, en þetta er samt allir, ég veit ekki hverju þetta kemur úr. En þú er ekki orða tölvan, þú er bara með blað. Þetta er þú, til dæmis, og þú er alltaf að nota svona hérna. Ok. Það má, því þú er bara... Glæsilegt. Þú er bara sinnustu. Og við erum að taka upp. Þá er við erum að taka upp síðan Terri byrjar að tala. Þá við munum ekki sleppa þetta. Pétur sem er teknimaður, hann getur klippt núna og þá verður sett á YouTube. Okkar channel. Oh, yeah, right, they were saying that you were coming. So basically, actually I can send this to you if you like. Just send me an email. You can find my email, just at terry@hr.is. And I'll just send the whole thing to you. And then you have the text. Okay. We were expecting you like a Christmas being. And somebody said, yeah, Hong Kong's a long way. It's a long way. So terry@hi. Yeah, terry@hi.is. So just say, hi, Hong Kong. You teach. I did, I'm so old now. You did, and you don't. Because I'm considering to come and study in Okay, and medieval Icelandic studies? Yeah. Sounds as a good proof.
Yeah, we have one course on all Norse religion as part of what we have. So I used to teach in the past. Good. You're welcome. Anyway, just say hi, Hong Kong, and I'll send it. I'll send it to you. So you live in Hong Kong now? My thoughts for everybody in Hong Kong. It's not a good state of things. And especially the way they're messing around with things at the moment. So, thoughts good. Things were so good. Too many bad things happening in too many countries. Yes. This isn't obvious. Much more?
let's do it. Ég er fein að ná þér, ég glemdi mér okkur master vinkunum minna. Já. Það er mjög skemmtileg. Þú er bara velus. Það er dýrlisbesta. Það var flott. Hennan? Já, ég vissi að það er eitthvað svona lagnaður. Já, hann er svo svona, hann er með svona lúmst bros. Já, ég veit það. Hann sé eitthvað sníki. Já. Ó, þessi bara þessi líka. Já, ég hugsaði þess að byrja. Þeir eru skemmtileg. Are these decorations from somewhere? Yeah, These we things are made them. You make these very cool Eurodots. Yeah. Cool. Ég hugsaði með þess að mér stendur svona í svona lópa eitthvað svona Tyllur. Já. Þeir svona líka svona gaukar, eitthvað svona karikatúrlegir. Já. Það skemmtist mjög skemmtilegt. Þetta er búin að vera bara fullt að mála það. Nei, ég gerði það bara núna í gær, ég hugsaði anskotast af hverju bauðir þetta í, ég sagði drukkist á eftir. Ég bara, og svo var ég eitthvað svona, en þetta er bara gaman til. Já. Ég gerði það bara núna og svo byrjaði að mála þá. Henni, ég ætla að hætta að trufla þessu, þú ert að fyrir. Allt góð. Bara takk þetta fyrir, gangi sjá þig. Og gleði jól. Gleða hátíð. Já, og sjáumst og heyrumst. Kemst þið það út, alls að hitta allir? Nei, ég veit ekki hvernig maður hvað maður endar því, þannig að það er Nei, ég hljótt bara meina. Gaman að við bór sjáumst. Ég syng ég. Já. Já. Ég held að það sé bara eitthvað svona að því myndi kort eftir. Já. Hvað notar þú? Já, sorry. So now. Þetta til dæmis hún. Hver opsnaði ekki? They also changed the whole thing. Það ekki, þú veist? Bíddu. Einmitt. Og þá þú að nota bara svona. Já, einmitt, ok, gott. Fram og tilbaka. Þá þetta daggrunn og svo eftir það sjá. Eftir daggrunn þá Atli, klukkan 3. Þú fer hérna í Windows. Því hann að deila hlekk með Canvas. Þá hann hérna. Og svo það annan flip, svona á Google, á netinu, þá hann Þorsteinn. Já, ok. Sem sendi mér svona dokument. Skilurðu? Ok. Þá þið finnur út úr því, ég mun reyna líka að koma aftur. Ef ekki hægt þá þú þarf Ég skal bara... já. Já, það en daggrunn með PowerPoint sem nú komin. Já. Og svo þetta Vafran. Já, Atli og Þorsteinn. Þorsteinn senastu, þá daggrunn, Atli, Joseph og svo Þorsteinn. Ok, brilliant. En þetta úps, hverju fór?
Tässä virkana. Ai isle. Me pidämme takaa upp. It's not that expensive for me here. I'm not trying to say everything, but when you look at the touristic area, the 90% of the apartments, you can buy exactly the same area because it's not customized for them. They just buy the customer and they pay 200 kronas for them, and they are staying there for 2,000. So it's like, what the fuck is wrong with you for 3 months? And it's like the typical, because I'm Filipino, and all the jewelry, most of the stores, they say, like, be really careful when you buy jewelry, because if you go to Alibaba, Shein, you find exactly the same, but 10 times cheaper. Yeah, it's like, it's really hard market, because my competitors are good, like, giving me maybe China as cheap as possible, but with high margins for them. So it's a little bit hard to, yeah. I guess it's the same all over the world. And the people who have the money, who can create, they are really increasing business. And it's like, oh, if I would be you, wow. But think about it. I told to my friend, I'm in a conference. Ah, okay, I will send you audios. Ég var svona lag. Svona. Ég veit ekki, sko það... Ég ekki með neinn vídeo eða neitt. Eina sem Alls ekki snerta þetta. Ok, bara hér. Já, eina sem að þetta breytist ekki hana. Skil það máli? Nei, það skiptir ekki máli. Ég bara reyna að muna hvað ég ætla að segja. Spilar þetta fingurum fram? Já, ég neðist þess. Þegar myndböndum af jólavökunum eru búin, getur þú náttúrulega haldið hurðinni opinni á því það er þetta með þessu sko. Ég get kannski reynt að finna einhvern stól eða eitthvað. Nei, allir auðvitað fyrir þetta. Nei, það er skemmtilega fyrir þetta að sjá það sko. En ég veit samt eiginlega að þú getur... Þú er alveg að skipa mér það svolítið fyrir hvað ég er að gera. Já, tegur. Já, hann meðbúinn, já. Það var ekki samtíðið. Það tók við 3 klukkutíma að fara út í bíl. Við fórum á Háaloft í Þjóðdandsfélagi, skríða eitthvað og þetta er svo lík. Það er svona í svörtum plastpoka að lappa neðan á húð. Það er ekki síst að maður er endurlíka. Og þetta er í mjólkinni. Og við vorum þetta fyrir Það sem ég er glæðið með það. Já, það er mjög flott að börja með sig kjöpt. Já, hann er rosa flott. Hann er náttúrulega ekki Sigurður Mánar sem bætir hóknum við á sínum tíma. Ég man ekki lýsum að hann gefur skinn að segja eitthvað ég man ekki að hann segja. Ég er rosalega grófa umfjöllur ég fjalla ekkert krímorgefu eða leikniður á myndvísum. Ég segir bara svona hvað er svona... Þú er með greinum nýður Já. Það sem gerist. Já. Og saman snerting. Ég bara hef ekki tíma fyrir að tala það því ég ætla að tala Sér ekki þetta. Það
veit það ekki. Syngja með mér, ok. Kalli, já. Ég hef ekki hýrt í honum, sko. Erum við að byrja? Já. I'm so sorry. Hinkar. Þú búin að fara einn? En þú mátt alveg vera, sko. Stúðan þetta. Heyr allir í mér. Velkomin aftur. Næsta dagskrá Dagrún Ósk Jónsdóttir með erindin Grýla kallar á börnin sín, mannátt jólin, which is in English, Grýla calls on her children, man eating around júli. Skemmtileg mynd. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, gaman að vera hérna með ykkur. Ég heiti Dagrún Ósk Jónsdóttir og þjóðfræðingur og ég ætla að byrja á mínu auglýsingahléi af því að Gerri var með auglýsingahléi sinni. En ég sem sagt ætla að tala hérna í dag mannát, jólin og svo ætla ég líka að tala svona matarsiði jólavætta. Og í mannátun ég kannski að fara aftur svona í rætur mínar af því að ég gerði á sínum tíma BA-verkefni í þjóðfræði mannát í íslenskum þjóðsögum þar sem kom í ljós að það birtist helst í útilegum mannasögum og tröllasögum og svo við pabbi búin að gefa út fyrir jólin sem sagt núna þessa bók sem heitir Gömlu íslensku jólafólin og þar verið að segja frá alls konar sögum af þessum jólafólum. Og í myndin eru mjög skemmtilegar í bókinu eru mjög skemmtilegar myndir sem eru gerðar af Sunneu Guðrúnu Þórðardóttur og hún myndskreytti líka þessar glærur þannig að allar myndirnar sem eru á glærunum eru eftir hana. Ég fer aldrei út úr húsi þessa dagana nema athuga hvort ég sé með síman, lyklana og posan þannig að ef ykkur langar að kaupa bók þá megið það hérna eftir en þið þurfið þess alls ekki. Ég ætla sem sagt að tala hérna í dag tröllasögur og I try to keep the slides both in English and Icelandic and the computer is cursed so okay it works so I understand there you know so já, ég ætla að tala sérst aðeins tröll og tröllin í íslensku þjóðsögunum þau eru svona, þeim þannig lýst að þau séu frumstæð og grimm dýrsleg og náttúrutengt og oft jafnvel klúr og þetta er náttúrutengt bæði þau búa upp á fjöllum í hellum svona út á hinu villta svæði eins og oft sagt þar sem að menn voru kannski mest á ferðinni en svo líka því að þegar skín á þau sólin þá breytast þau í stein þannig að þau verða líka náttúran sjálf þegar sólin lendir á þeim. Og eins og Terri nefndi hérna áðan, þá svona einkenni á þessum tröllasögum að tröllskessur eru oft ógnvænlegri en tröllkallar. Þannig það oft í þjóðsögunum að kvenkynsvættirnir eru jafnvel hryllilegri en þeir sem karlkyns eru. Og þetta birtist okkur í þó nokkrum þjóðsögum og í sumum sögum jafnvel sagt að tröllkarlar hafi í raun dáið út langt á undan tröllskessum. Og eftir að það gerðist, þá þurftu tröllskessur að koma til byggða og ná sér í menn til þess að viðhalda kyni sínu, eins og segir í þjóðsögunum. Þannig að það rændu mönnum af ýmsum ástæðum, ekki bara sem sagt til að éta þá, heldur líka til þess að hafa sem ástmenn upp í hellinum.
So the female trolls are way more horrific than the male trolls, and they would often steal men to take to their caves and sometimes to eat them and sometimes to maintain their kind, to hope to have children with them. Tröllin, það yfirleitt þannig að þetta eru skessur sem að éta karla, fórnarlömb tröllskessana eru líka yfirleitt karlkyns. Og það eru karlar af öllum stéttum og allri stöðu, þannig að það eru prestar og það eru bændur og það eru húskarlar sem geta átt von á því að tröll reyni að hafa þá í matinn og þurfa sérstaklega að gæta sín í desembermánuði af því að þá eru tröllin helst á ferðinni. Og þetta bæði kannski af því að karlarnir einmitt fara meira út á þetta svæði þar sem að tröllskessurnar búa. En svo það samt ekki öll skýringin af því að eins og Terri sagði líka áðan þá ryðjast þessir vættir oft inn á heimilið þegar jólin nálgast og geta reynt að ná því mennina þar. Og það algengt í svona þjóðsögum að það birtist þar einhver svona átök á milli kynjana eins og gerist í þessum sögum þar sem að tröllskessurnar ræna saklausum bændum, mönnum sem eru að reyna að undirbúa jólin. Og það hafa nokkrir fræðimenn svona bent á það í gegnum tíðina að í tröllskessunum þá sameinist í rauninni tveir þættir sem að karlar höfðu í gegnum tíðina reynt að beisla sem eru annars vegar konur og hins vegar náttúran. Og í þessum sögum þá sést kannski svona einhver ótti við það að konur muni brjótast undan þessum hlutverkum sem þær voru ætlað og þessir svona eiginleikar sem að tengdir eru tröllunum að þau séu grimm, dýrsleg og klúr líka eitthvað sem ekki var sem konur áttu svo sannarlega ekki að vera og matarlist þeirra líka eitthvað sem mjög var reynt að koma höndum á þannig að tröllin svona fara gegn þessu á ýmsan hátt. Tröll vilja fá sér mannakjöt til hátíðarbrigða. Þau borða ekkert endilega mannakjöt allan ársins hring virðist vera en svona aðeins til að lyfta sér upp í kringum jólahátíðina þá ákváðu þau að fá sér eitthvað gott að borða og það mannakjöt. Og í sumum þjóðsögum segir frá svona jólaveislum trölla þar sem að þau ákveða að þau ætli að halda upp á jólin og hafa boð og hafa hlaðborð svona eins og við gerum oft og þá skipta þau liði og tröllskessan fer út að reyna að ná í mannakjötið en tröllkarlinn fer og næri einhvern annan mat, hvort sem að það lambakjötið að veiða sílung eða eitthvað annað slíkt. Þetta birtist mjög vel í sögunni Þórir og skessan og Þórir tröllkarlinn og svo býr hann þarna með skessu sinni í helli og þau ætla að halda óbúðslega jólaveislu og að hafa svona hlaðborð og skessan fer niður í bæ að reyna að ná eina bóndanum sem eftir í sveitinni því allir aðrir hafa verið étnir eða flúið. En tröllkarlinn fer og dorgar sílung á meðan. Þegar skessan nálgast bæinn þar sem að bóndinn býr þá tekur hann á rás og hleypur eins og fætur toga í átt að kirkjunni til þess að hringja kirkjuklukkunum. Því það alvitað að tröll þola alls ekki kirkjuklukkur og kristnina. Hann hringir eins og hann í lífið að leysa og henni bregður svo við að hún rétt tekst að stoppa sig á kirkjugarðsveggnum, fellir hann og leggur á hann álög að hann muni aldrei standa aftur og fer svo tilbaka til að finna mann sinn, hann Þóri, en þegar hún kemur að honum þar sem hann átti að vera að dorga silung þá hann daufur og frosinn fastur á læknum eða tjörninni. Hún gerir sér lítið fyrir eins og tröllskessur gera og rífur hann upp af ísnum og kastar honum yfir öxlina og ákveður að hún muni bera hann heim í hellinn. Hún hins vegar aðeins lengur að komast yfir af því að hún að bera svo óbúslega þungan tröllkall með sér og næri ekki upp í helli áður en að dagur rís og sólin kemur upp og þau verða þarna bæði að steini. Mér þykir alltaf mjög kaldhæðinslegt í þessari sögu að skessan heiti ekki neitt en Þórir heiti Þórir sem gerir nákvæmlega ekki neitt nema að drepast á einhverju tjörn. Hún vinnur alla vinnuna en fær samt ekki en samt kona hans eins og oft í þessu. Í þessum sögum birtast líka við mikil átök á milli kristni og heiðni. Það algengt í sögunum að tröllskessurnar séu yfirbugaðar af prestum að þær fái aðstoð kristninnar til þess að sleppa frá tröllunum, til dæmis þegar þær hringja kirkjuklukkunum, alveg eins og vitlausar séu. Og svo borða þær ekki fólk sem kolugt kjaftinn.
og það semst fólk sem hafði nýlega farið til altaris og borðað fengið blessunina og þá það með einhverja svona vernd, þannig að þegar fólk að ganga heim úr kirkju og það eru 2 tröll að tala saman og hugsa að éta viðkomandi, þá geta þau það ekki ef að viðkomandi kolugur kjaftinn. En það yfirleitt þannig í þessum sögum að ótal margir hafa verið étnir í sveitinni áður en sagan fjallar þann mann sem að yfirbugar skessuna. Tekst að snúa þessu við, þeir drepa hana og hálshöggva hana og glíma við hana og alls konar. Þannig að yfirleitt ferða nú svo að þessi uppreist eða þessi óæskilega hegðun að éta fólk borgar sig ekki. Þið kannski muni það þegar þið farið hérna út, það ekki gott að borða fólk. Man hefnist yfirleitt fyrir það. Þannig að þær eru svona svangar þarna á loka metrónum. Og ég ætla aðeins að tala líka Grýlu og þessi jólafól sem nefndu voru hérna líka aðeins áðan. Og þeirra matarhætti af því að þau eru nú ógurlegar mannætur líka og eins og Terji sagði áðan þá Grýla nefnd þarna á 13. öld en ekki tengd við jólin fyrir mikið seinna og hún verður mjög tengd við jólin í ótal Grýlukvæðum sem eru samin hana og Grýlukvæðin þau fjalla fyrsta lagi rosa mikið útlit hennar Grýlu og einmitt þetta svona skrimslega útlit og jafnvel dýrslega útlit. Það sagt einmitt hún með 1 til 3 hausa, svo hún með þessi horn og eyrnasneplarnir á henni eru fastir við nefið á henni og hún með úfið skegg og fætur sem snúa öfugt, stundum hófa líka og svo með alla þessa hala. Í einu kvæði segir að hún sé með 15 hala og hverjum hala hafi hún 100 poka og í hvern poka getur hún sett 20 börn. Og fyrir þau sem eru mjög fljóta að reikna þá þetta 30.000 börn sem hún getur tekið í einni ferð. Og það var náttúrulega mjög hæg mannfjöldaþróun hérna á Íslandi á árum áður og þannig kannski komin svona skýring á því að einhverju leyti. Grýla hefur bara mokað þessu öllu með þessu upp í helli. En þetta eru svona rosalega útlitslýsingar sem að gera hana frekar dýrslega. Það sem kvæðin segja líka frá þessi matarleit hennar þar sem hún að flakka á milli bæjanna að biðja börn til þess að borða. Og það oft þannig í kvæðunum að hún kemur á einhvern bæ og bankar upp á og til dyra þá kemur húsbóndinn á heimilinu, heimilisfaðirinn. Og að því að Grýla hefur fylgst vel með og veit hverjir hafa hagað sér vel og illa þá segir hún yfirleitt: Blessaður, nú hef ég heyrt að hann Jón þinn litli sé alltaf að grenja. Á ég ekki að gera okkur báðum greiða og taka hann með mér upp í helli og éta hann. Og yfirleitt taka bændurnir svona ekkert rosa vel í þessa hugmynd, en þeir gera það sama og í ævintýrunum Geiturnar 3. Þeir segja, nei, Jón, hann ekkert svo slæmur. En Siggi litla á næsta bæ, það leiðilegu krakki. Farðu þangað. Og þetta verður til þess að hún fer á næsta bæ og reynir að fá einhvern soðið. Yfirleitt gengur það ekki mjög vel. Hún fær í skaðabætur stundum silung og lambakjöt og jafnvel brennivín sem henni finnst ágætt. En það þó ekki hennar uppáhaldsmatur því hún með frekar sértækan matarsmekk og vill helst borða óþekk börn. Og samkvæmt þjóðsögunum eru óþekk börn sem að rífast og hrína, börn sem að grenja og börn sem að kunna ekki versin sín, sem mér finnst alltaf pínu skemmtilegt, því þá hefur Grýla svona skipt lið og orðin svona helsti talsmaður kristninnar á þessum tíma því að versin eru bænirnar. Hún að passa upp á að börnin kunni þau nú alveg örugglega. Og skýringin á því kannski einhverju leyti að mikið af þessum kvæðum eru líka samin á prestum sem þarna verið að tala um. En Grýla á opaslega mikið af börnum. Hún á allavega 200 krakka og þar að veru 107 sem eru jólasveinar. Ef að við lítum svo á að það að vera jólasveit sé frekar svona starfstitill heldur en eitthvað sem það bara og það sem að hún svo á 93 börn sem eru það ekki og þessi 93 börn, þau gera einmitt ekki rosa mikið annað heldur en að bara éta og þau eru oft nefnd í svona kvæðum einmitt eins og erindið heitir þar sem að Grýla kallar á börnin sín þegar hún fer að sjóða til jóla, komiði hingað öll til mín, nýpa, típa, næja, tæja, nútur, kútur og svo framvegis. Og þetta eru kvæði sem eru til í mörgum ólíkum útgáfum þar sem að hún, og alltaf eru mismunandi nöfn, eða jafnan eru fullt af mismunandi nöfnum. Og það kannski ekki mjög skrítið, af því það mjög erfitt að gefa 200 manns að borða í einu.
Þannig að hann má kannski reikna með því að hún hafi dreift álaginu og kalla nokkur börn til sína hérna á hverjum tíma. En annars eru sko fjölskyldu, tengsl og ættfræði jólasveinana þau ríkir mikil upplýsinga óreiða og það erfitt að sjá nákvæmlega hver barn hvers og hverjir eru tengdir á einhvern annan hátt. Og til dæmis í gömlum kvæðum og sögum stundum talað að Giljagaur sé bróðir Grýlu og að Stekkjarstaur sé af liði Leppalúða og alls ekki barn þeirra en sem við veitum nú að ekki svoleiðis lengur. Þannig að þessi börn gera ekki mikið annað að borða. Það sjaldan talað hvað þau eru að borða í þessum kvæðum en stundum þau borða náttúrulega fólk. Þau voru líka mannætur sem komið til byggða þarna í kringum jólin. Þau borða líka ísbjarnalæri í einhverjum sögum, hrossakjöt, lambakjöt, sílung og allt mögulegt. Mér langar að tala um þennan jólavætt sem kannski svona aðeins gleymdur í sögunni og kannski af góðum ástæðum. En einn að því að Grýla þó að sko prestum hafi þótt hún mjög ófrýnileg og þessum mönnum sem voru að semja hana kvæði þá þótti tröllköllum það alls ekki. Tröllkallar voru alveg vittlausir í Grýlu og hún á marga fyrri maka og meðal þeirra Snjólfur sem svolítið svona snjótröll einhvern veginn og þau eiga saman þetta barn sem Kónguló Snjólfsdóttir. Og Kónguló risatrölla mannætu Kónguló eins og þeirra von og vísa í þessari fjölskyldu. Þannig að hún gríðar stór, hún með 8 fætur, hún með svona trjónu sem kemur hérna upp úr og svo hún með gífurlega mikið hór sem kemur niður úr nefinu á henni og nær alveg niður að jörð. Og þegar hún fer og næri börn í soðið fyrir fjölskylduna, þá reynir hún að festa börnin í hórinu og setur þau síðan í svona gráan poka sem hún hefur ofið sjálf, verandi Kónguló, og tekur þau þannig með sér upp í hellinn. Frá þessu sagt í kvæði og sögu ferðum hennar Kóngulóar og það svolítið áhugavert líka að í kvæðinu, bæði sagt frá því þegar hún að safna saman þessum börnum sem hún ætlar að reyna að éta, og svo pabbi hennar, Snjólfur, svona að vara hana við köllunum í sveitinni. Að þeir séu svona heldur fjölþreifnir og hún þurfa að passa sig vel á þeim að svo það verði henni ekki að falli henni Kónguló. Þannig að þetta nú eitt af þessum börnum og sem étur mannakjöt og þau gerðu það náttúrulega flest þessir jólasveinar. Og svo eru til jólasveinar sem höfðu aðeins öðruvísi matar, smekk líka, borðuðu börn vissulega en líka eitthvað fleira og við þekkjum náttúrulega núna skýrgámið mitt og alla þessa kjötkrók og félaga. Og meðal þeirra eru svona matgæðingsjólasveinar eins og kleinusníkir, en einnig þekkjast lummusníkir og pönnukökusníkir. Og þeir ferðust náttúrulega og náðu sér í svoleiðis í matinn. Minni matgæðingur flórsleikir sem sleikti ekki flórsykur, heldur annars konar flór. Svo þarna í miðjunni flótsokka. Hún hafði sérstakan áhuga á floti eins og systirinnar flotnös og flótsokka tók sem sagt flotið og makaði ókláraða prjónasokka alla út í floti og hafði með sér heim í hellinn. Flotnös systirinnar var með svo gríðarlega stóra nasir að hún gat stungið mörtöflum upp í nefið á sér og jafnvel líka óþekkum börnum ef þannig lá á henni. En það var þekkt ráð hérna áður fyrr sko að þegar jólasveinarnir voru að nálgast þá gæti maður makað alla baðstofuveggina út í floti af því þá hefðu þeir allir svo mikið dálæti á floti að þeir myndu bara liggja og sleikja veggina alla nóttina og kæmust þá ekki í að gera annan óskunda. Þannig að þetta var svona triks til þess að vinna bug á þessum jólasveinum. Og ég kannski ætla bara svona örstutt að endursegja þetta á ensku. And here are some pictures of some of the old Yule lads because now 13 of them come to visit us, but we have over 100 of them because in the past the Yule lads divided the country into parts. It was too difficult to visit everyone. So there would be different sets of Yule lads in the east and the west and the north and so on. And these 3 are some of them. This one is Donut Beggar. He steals twisted donuts or the kleina. And on the other side is Flórsleikir. Who wants to help me translate that? Sewage liquor. Let's go with that one.
Yeah, he stays in the barn and licks the floor of where the cows are kept. And then in the middle is Tallow Sock, and she steals the tallow and unfinished knitted socks and takes with her to the cave. And then earlier we saw the big dangerous Kongulo, which is a spider troll who eats children. If that won't keep you up at night, I don't know what will. Aðrir sérstakir sveinar, af því ég var nú að segja að þetta væri líka ólíkt á milli landshluta, þá eru jólasveinir fyrir austan með mjög sérstakan matasmekk líka og þeir eru rauninni allt öðruvísi heldur en aðrir sveinar, af því þeir koma ekki niður af fjöllunum sem sagt, heldur koma þeir af á bátum að utan og þeir koma frá Grænlandi að Finnmörku, mikið til samkvæmt sögum Sigurðar Sigfússonar, þjóðsagnasafnara sem safnaði þarna fyrir austan og þeir sem sagt koma og leggja bátnum sínum í Leynivog og skipta sér svo niður á bæina, þannig að hver bær var með einn jólasvein alla jólaföstuna. Og þeir voru svolítið svo púkar, þannig að þeir nærast á blótsyrðum. Þannig að ef fólk blótaði, þá tútnuðu þeir út og fitnuðu. Og það var mjög gott fyrir þá að það væri mikið blótað og kannski útskýri þetta af hverju að hluta til þeir eru svona ferlega hrekkjóttir, alltaf vonast til að hrökkva upp með eitt og eitt blótsyrði. En þá það af því að þegar þeir hittust aftur eftir jólin til að fara aftur tilbaka, þá drápu þeir og átu þann sem var magrastur. Þannig að það var eins gott að hafa fengið eitthvað af blóti. The Santa Clauses in the East, they get fatter when you curse. And that's very good for them because they want that. They feed on the curse words. Ég ætla bara rétt í lokin að tala um jólaköttinn. Af því að það náttúrulega líka jólavættur með mjög sérstakan matasmekk. Hann borðar náttúrulega helst fátækt fólk sem fékk ekki ný föt fyrir jólin. Og samkvæmt eins og kemur fram í kvæðinu hans Jóhanns úr Kötlum, enginn vissi hvað hann kom eða hvert hann fór og það svolítið satt með jólaköttinn, hann ekki hluti af jólafjölskyldunni fyrir frekar seint, þá hann svona tekinn þar inn og verður fyrir heimilisköttur og náttúrulega risa stór og vænlegur til þess að geta étið allt þetta fólk, borðar fólk sem fær ekki ný föt, en það voru líka til svona heimilisráð til þess að bjarga sér frá jólakettinum, sum hver mjög skrítin, til dæmis segir Jónas í Hrafnagili að maður geti fyllt hrútshorn af hlandi og skvetti í rúmið sem maður fæddist í ef maður heldur að jólakötturinn sé að fara ná manni og þá maður að sleppa. En það líka svolítið skemmtilegt og ég verði að nefna það því að Terri var að tala áðan naglana og naglana í barnarúmunum að Þjóðháttasafnið, Þjóðháttardeild Þjóðminjasafnsins hefur sendt út svona spurningalista alls konar jólavætti og þar eru svona naglar í útidyrahurðinni nefndir sem ráð gegn jólakettinum líka sem ferlega áhugavert. Ég ætla að enda að segja ykkur eina svona svolítið skemmtilega þjóðsögu af Vestfjörðum jólaköttin. En jólakötturinn einmitt hefur þennan sérstaka áhuga á að borða fólk sem fær ekki ný föt og það var einu sinni ofboðslega fátæk kona á Vestfjörðum sem langaði sem átti börn sem höfðu ekki fengið ný föt fyrir jólin og það var heldur ekki til neitt jólamatur. Þannig að hún ákvað að fara og ganga á milli bæja og biðja mat fyrir börnin sín. Og hún gerir þetta, gengur á milli og bankar upp á en hefur ferlegar áhyggjur. Hefur áhyggjur því að börnin hafa ekki fengið föt og jólakötturinn muni koma á meðan hún að heiman. Þannig að hún bankar á nokkrum stöðum en fær engan mat. Að lokum þá yfirbuga áhyggjur hana og hún fer tilbaka heim en þegar hún kemur heim þá taka börnin mjög glöð á mótinni og þau eru með rjóð í kinnum og glampa í augum og hún bara öll miklu hressari en þau voru þegar hún fór og þá kom í ljós að jólakötturinn hafði sannarlega komið í heimsókn en þau höfðu étið hann. Og þannig snýr maður vörn í sókn ef maður So very quickly in English, I was just talking about the Yule cat who eats people who don't get new pieces of clothing before Christmas and is a very strange supernatural being in Iceland. And there is an old story from the Westfjords that tells of a poor woman who has no food and who has 2 children who have not gotten new pieces of clothing before Christmas, and the woman goes outside to look for food for their kids. And she knocks on doors and asks for food but doesn't get anything, and she's also terribly worried that while she's away the Yule cat will come and eat her kids.
So eventually she gives up on her quest and goes back home, but when she comes home and meets her children, they are much happier than they were when she left. They have big smiles on their faces and spark in their eye, and it turns out that the Júlekatt did come to visit the children while she was away, but the kids ate the cat, but not the other way around. That's what hunger does to you. Það er öfri sem að hungrið getur haft á mann. En ég var að hafa þetta ekki lengra, þetta er bara svona snöggt yfirlit matarsviði og jólin og þetta jólalega efni sem mannátið þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir mig. Kæra þakkir. Ég hef spurningar. Any questions? If you want any explanations of what took place here, don't be afraid to ask. Ég einu. Já. Eitthvað í þessu öllu sem bendir til þess að hvernig fullorðnir og börn hafa upplifað þessi sögur og ólík? Þess að því náttúrulega í dag hræðist að börn Já. Það fullorðnir voru skipræðir líka á þessum tíma. Já. Já, sko, þetta voru náttúrulega hryllingssögur og þetta eru skemmtisögur líka á sama tíma og þessi bók þetta skemmtibók, þetta ekki fræðibók beint, þannig að við erum að segja svona þessar skemmtisögur, en það rosa áhugavert, sko, þessi spurningalistar Þjóðminjasafnsins til dæmis, þar sem eru sendar út spurningar um þessa jólavætti, þá nú fólk oftast að rifja upp hvaða tilfinningar það hafði til þeirra þegar þau voru sjálf börn, og þar segir fólk að það hafi verið mjög raunverulega hrætt við þessi jólafól og suma þessara jólasveina. En það líka áhugavert að manni finnst stundum þessi umræða hvort það sé ekki slæmt að hræða fólk með jólasveinum og grýlu vera ný, að þetta sé eitthvað sem sé rosa mikið í gangi núna. En það heldur ekki sko ný umræða, af því að á 18. öld þá send út svona húshafatilskipun til húsbænda, þar sem að þeim sagt að það sé ekki fallegt að hræða heimilisfólk með draugum, jólasveinum og grýlu. Þannig að strax þá byrjuð svona umræða hvort það sé ekki illa gert að vera að hræða fólk með þessum vættum. En svona hvernig fullorðnir upplifðu þetta áður fyrir, það vitum við nefnilega ekki alveg nóg vel, að vantar svolítið svona samhengið með sumum sögunum sem væri gott að hafa. Ná, náttúrulega spurningin, hversu vel var þessu húsatilskipun fyllt? Já. Örugglega ekkert mjög vel. Fólk hefur notað þetta til að fá fólk til að sinna vinnunni sinni og... Já, algjörlega, sko. Þetta svona oft tengist þetta verkefnum sem þarf að klára fyrir jólin. Eins og náttúrulega bara jólakötturinn á ég það sem fá ekki ný föt, og það þýðir að það þarf að klára að gera fullt af nýjum fötum til að það gangi upp að bjarga öllum frá honum. En það líka hugsað til að halda fólki að stafi. En ég held, sko, í bland, það voru það náttúrulega líka skemmtisögur, sko, sem að fólk sagði til gamans. Það held ég. Nú ég bara, nú heilin að vera fyrir. En jólasveinasögur tengist einhvern veginn líka óttan við útilegur. Einhvern tímann hefur heilt það. Það hefur einhvern tímann var verið að tala hvort að þetta tengdist flökkurum og förufólki sem að ferðaðist á milli bæja. En sko, það bara svona kenningar hvað þetta geti mögulega hafa staðið fyrir. Ef þetta stendur þá ekki bara fyrir náttúrulega jólasveinina sjálfar, sko. Þannig að en það alveg svona kenningar sem hafa verið gerða tengingar þar á milli. Hvernig eru börnin að upplifa þetta núna? Því ég hef stundum að því við erum með jólasveina hérna, bara alveg jólaprógram, ég hef stundum foreldrar að segja nei, ekki verður hrædd, Grýla núna, hún svona grænmetisæta. Já. Hún ekki að... Gleymdi þessu. Já. Já, ég var í forvíkina börnin eru líka að upplifa þetta nú tímans. Já. Foreldrar sjálfur eru líka að breyta aðeins söguna eða Já. Eru þau að segja? Einmitt. Sko, við segjum pínu með þessa bók til dæmis, þetta fullorðinsbók, en börn þola alveg samt í fylgd með fullorðnum, því það mjög margt sem þarf að útskýra í henni. Grýla deyr áfengisdauða og eitthvað svona sem það kannski þarf sem að fylgja útskýringa með. En ég held, sko, og það var mjög áhugavert að því að við pabbi skrifum nú þessa bók saman og hann tók þátt í rannsókn fyrir þó nokkrum árum
hvað börn óttast í dag og þá kom í ljós að það ekki svo mikið draugar og tröll og jólasveinar. Mjög mikið það náttúrulega bara einhver svona veraldlegar ógnir eins og bófar en jafn mikið það líka löggan. Og þá virðist að foreldrar hafi svolítið skipt taktík og það sé ekki lengur Grýla sem kom og taki þig, heldur löggan sem kom og taki þig, sem kannski ekki mjög promising, en já, en það mitt skemmtilegt að þetta svo lifandi hefð, ef ég klára að segja það, að hún alltaf að þróast og breytast og hún hefur gert það í gegnum árin og aldirnar og gerir það ennþá. Ég man það var nú bara fyrir nokkrum árum smá svona uppþótt þegar Grýla sagðist ekki bara vera vegan heldur hún ætti bara vegan börn. Sagði hann á Þjóðminjasafninu sem kom í fjölmiðlum í kjölfarið og svo alltaf líka sprett upp svona nýsett af jólasveinum. Þar komnir upp í kringum 2000, þá komur rosa mikið svona tæknisveinar, gemsagaur sem talar hátt í síman og fjasteringafelir sem felur fjasteringarnar, en líka vegansveinar komu fram fyrir nokkrum árum, hænukvísla og lambafrelsir eru 2 þeirra til dæmis. Þannig að þetta hefð sem mjög lifandi og okkur þykir vænt hana. Jólakötturinn líka mikið að leggja auglýsingum, hann núna rosa mikið með Icelandair í liði, en fyrir nokkrum árum voru líka auglýsingar sem sögðu jólakettinum alveg sama þó að nýju fötin séu notuð, þannig að hann svona verða umhverfisvernda sinni líka. Þannig að það sem skemmtilegt við þessa hefð hvað hún endurspeglar breytingar í samfélaginu líka, sko. Það svo lífandi. Já, það það. Herru, það var glæsilegt. Já. Næstur Atli Freyr Hjaltason. Hann ætlar að ræða margt skrítið og skemmtilegt. Hvað ertu? Það ekki hana? Ekki bara present? Nei, ég ætla að fá mig með þessu. Já, ertu með þessu? Herri, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heil, sæl og blessuð, öll takk. Atli Freyr heiti ég og þriðji þjóðfræðingur í Pontu. Ég byrja að fá að þakka Georgi og Kára fyrir að bjóða mér að vera með. Og ég ætla að fá að hafa þennan minn megin. Jæja. Heyrði, ég þarf vist að íta þetta líka. Býtu, hérna. Þannig hann. Ok, ég sá hjörtin renna, vikivakaleikirnir. Ég ætla hins vegar ekki að tala neitt allt og mikið vikivakaleikina. Ég ætla frekar að tala hvernig þeir hafa verið túlkaðir í seinni tíð. En ég ætla hins vegar samt að byrja aðeins að fjalla þá og hvar þeir voru iðkaðir, og það var á gleðum vökum og vikivökum sem eru kannski bara sami hluturinn. Almennt haldnar á veturna vegna þess að sumrin fólk upptekið við heyjanir og hefur ekki tíma til að skemmta sér. Og þetta orð vikivaki mjög torrætt og það væri annar 20 mínútna fyrirlestur að ræða það. En hér og nú vikivaki fyrst og fremst viðburður. Viðburður sem á sér stað, þar sem að vikivakakvæði eru sungin og vikivakaleikir eru leiknir. Og á þessum gleðum komu margir saman, eins og Terri var að tala áðan, að á Íslandi var dreifbýlt, þannig að fólk fór ekki á milli heldur safnaðist kannski frekar saman á einum stað og skemmti sér og drakk öl og dansaði og söng og iðkaði sviðslistir og tónlistir. Og við vitum bréfaskriftir þar sem fólk lastar þetta skemmtanalíf og barneignir sem urðu undan þessum skemmtunum og samkomum. Og almennt séð svona talað að þetta hafi verið að leggjast af og upp úr aldamótunum 1800, allavega í þeirri mynd þar sem að vikivakaleikirnir voru leiknir. En vikivakaleikirnir, hér ég sem sé að notast við útgáfu Jóns Samssonarssonar, þar sem hann fer yfir í formála sínum yfir meðal annars leikina. Og ég vildi bara svona aðeins nefna hvað þetta eru margir leikir sem hann talar Hann talar hringbrot, hestreiðarleik, hjartarleik, finngálfsleik, háuþóruleik, kerlingaleik, tröllkonuleik, hindarleik, þórhöldarleik, hoffinsleik, fransensleik, brúarleik, prísadans og giftingahjal. Ég ætla hins vegar ekki að halda ykkur í allan dag, þannig að ég búinn að velja nokkra leiki til að leggja áherslu á. Og
þess ber að geta að heimildirnar koma úr ýmsum áttum og frá nokkrum svona tímabilum, þannig að það er ekkert alltaf samræmi á milli lýsingana. En ég ætla sem sé að fjalla 7 leiki og ef þið viljið vita meira þá hefur Terry bæði skrifað góðar greinar og en líka þessu útgáfa Jón Samssonarssonar kvæði og dansleikir frá 64 í fyrsta bindi. En við ætlum að byrja á hjartarleiknum og áður en ég sýni ykkur myndband af honum, þá langaði maður bara að útskýra hvað við erum að fara að horfa á. En Hjörturinn sem sé vera sem klædd fyrir utan rýmið og kemur síðan inn og það einkennandi fyrir Hjörtinn að vera með ljós. Kemur og svífur rýmið og hverfur svo á brott og svona friðsæl vera og meðan Hjörturinn kemur inn eru sungin fögur kvæði og ljóðið ég sá Hjörtinn renna yfir þá grænu heið, villtar tungur báru hans og langa leið til dæmis úr niðurraðan og undirvísan. Og það ekkert lag til við þetta en Jón Ásgeirs samdi síðar lag sem ég mun fjalla á eftir. Ég ætla líka að nefna aðeins þingálp eða finngálp eða finngálkn eða þingálkn eða hvað sem fólk kýs að nota. En það sambarlegt, klætt frammi, það eru kyndlar og kertu, það sót og þessi vera kemur inn og hefur kannski meiri raskandi áhrif á viðburðin, hættulegri eða hefur svona verri neikvæðri áhrif. Og síðan fjarlægt rekið út og svona raskar jafnvæginu og með þessum leikjum fólk búið að drekka, það að dansa, það heitt, það sveitt, það fullt og þetta hefur kannski svona sameinandi áhrif á að aðeins lyfta stemningunni upp og koma fólki úr jafnvægi. Síðan erum við líka með eins og hindarleikinn sem eins konar uppboðsleikur þar sem hindur eru boðnar hjörtum áður en vikið vekja dansaður og þetta má túlka sem leið til þess að para fólk saman. Það dansi ekki alltaf allir við sama fólkið. Þetta mótíf sem lifir eða hefur lifað til dagsins í dag eins og í gamla marsinum þar sem að ótaleikir eru leiknir til þess að stokka upp fólkinu. Gamli marsinn inniheldur það sem kallast þýskur kotiljón, þar sem eru svona samkvæmisleikir. Og þar eru líka farið með kvæði og í sumum tilfellum sjón hjartanna takmörkuð svo þeir viti ekki hvaða hindir verða að bjóða þeim. Síðan langaði mig líka að nefna þess hoffinsleikinn sem bónorðsleikur þar sem að karlar og konur, kemur kynjatvíhyggjan aftur, standa annað hvort andspænis hvora öðru í röðum eða bjóð upp á leikrannan hátt og við sjáum myndband og heyrum af þessu eftir en það til dæmis bóðið kopar, silfur og bónorðið loks samþykkt þegar nógu vel boðið og það mikilvægt að nefna það eins og kom fram hjá Terry áðan að þetta eru ekkert sér íslenskir leikir, þetta finnst allt í kringum okkur. Og loks hringbrot, þannig ég að brjóta hring, nokkrar lýsingar eru til og þær eru ekkert líkar, það snúið upp á hringin eða línu, stundum eru bönd notuð. Magnús Stephensen, Eggert Ólafsson og Ólafur Davíðsson eru meðal þeirra sem hafa lýst hringbroti og lýsa því ekki eins, en ég verð með dæmi það. Þarna eitt dæmi sem ég var ekki með myndband af, þannig ég setti bara mynd af því, en þá svona snúið upp og hringurinn dreginn í gegnum sjálfan sig. Þannig að þetta eru svona lýsingar á einhverjum leikjum og við sjáum það að leikirnir eiga sér stað í, húsakynni voru nú kannski ekki stóru á Íslandi, en það eru margir saman í rýminu og það verið að stokka upp. Þetta leiklist, þetta eru atriði, þetta performance. Og við sjáum það kannski að þetta tíðkast í dag líka eins og þegar við horfum á jólasveinana sem að koma og láta öllum illum látum og ræna mikrofónum og garga í þá og mega svona fara yfir mörk og það eiginlega bara samþykkt að jólasveinarnir hlaupi upp á svið og rífi mikrofónin af söngvaranum og góli eitthvað í hann og söngvaran verður agalega móðgæður eftir á og vill ekki koma aftur og svona og og síðan náttúrulega erum við með þessa jólasveina líka sem eru aðeins svona ekki alveg svona, þeir eru aðeins svona amerískari en þetta algeng sjón og þeir mæti margir og gera eitthvað af sér ráðist inn í eldhús á veitingastöðum og svona brjóti svolítið þannig að bæði eru leikararnir farnir að leyfa sér ýmislegt en fólk einhvern veginn verður líka bara að taka þeim og þetta svolítið skemmtilegt að þetta sé við líði í dag að svona vera grímuklæddur og fara þannig að þetta í nútíma menningunni hjá okkur að fólk sé jólin eða þetta eru reyndar alvöru jólasveinar en það líka til fólk sem að þykist vera jólasveinar og setur á sig skegg og felur
hver þau eru og svona áreita fólk. En þegar ég ákvað að fjalla vikivakaleikina langaði mig eiginlega ekkert að lesa bara fyrir ykkur heimildir, heldur langaði mig að sýna hvernig þetta hefur verið túlkað. Og árið 1970 var sýning í Ríkissjónvarpinu, kannski hefur einhver hérna séð þetta áður, en þetta eru félagar í Þjóðdansafélagi Reykjavíkur, uppsetning Sigríðar Valgeirsdóttur við tónsmíðar Jóns Ásgeirssonar sem kvaddi nú nýlega. Og hér eru tilraunir í rauninni til að smíða svona þjóðdansaballett eða svona mikilfenglega framsetningu á hefðum. Þetta svolítið barn síns tíma, en það skemmtilegt að sjá þetta. Og ég vona að það sé ekki of hátt hérna hljóðið. Það bara ekki neitt hljóð. Byrjum á hirtinum. Þannig að hér búningurinn bæði túlkaður eftir heimildum eða með smá svona hreindýr voru ekki komin til landsins þegar þetta var. Jú, þegar þetta var en ekki þegar leikurinn var dansaður sem sé. Og ljósið áberandi, það eru kerti á hornunum. En það sem kannski breytist hér að sviðið hefur kannski ekki verið svona stórt í baðstofunum. Og hann áreitir konurnar. Síðan koma skjaldmeyjarnar og teyma hann út. Þetta eru reyndar ekki skjaldmeyjar, þetta eru... Og ef að ljósin héldust tendru þá var hann vel teymdur. Alveg í sjokki þessi. Þannig að hér höfum við dæmi á því hvernig hjörturinn hefur verið túlkaður út frá heimildum sem eru aftur aðgengilegar í kvæðum og dansleikjum, en það sem við sjáum líka hérna að þetta er innblástur og það er verið að túlka eitthvað sem er ekki í lifandi hefð, það er verið að fylla inn í eyður, bæði með búninginn. Og ef við höldum áfram þá sjáum við til dæmis Ég ætla að leyfa ykkur að gíska hvaða leikur er næst. Og þarna sjáum við líka þessa túlkun að trufla dansinn. Og það sem er eiginlega skrítnast við þetta er að þau halda síðan bara áfram eins og ekkert hafi í skorist. The show must go on. Ég reyndar ekkert viss að þessir dansar endurspegli það sem var dansað samhliða, en þarna sjáum við þessa hugmynd. Og aðeins hérna, höldum aðeins áfram. Hér eru við til dæmis með svona útfærslu á hindarleik. Og það er sem sé, þetta var svo langt myndbandi, það er sem sé kona sem er að stýra velur hverjir eru að hverju sinni. En þetta er þetta uppboð. Þarna kemur hún. Já, förum svolítið hratt í gegnum þetta.
Fáum meira. Þetta mjög stutt útgáfa af dansinum, bara þannig að það hafna koparnum en þau þykja tryggð og ást, hjarta. Ekki fyrir veraldlegu hlutina. Síðan sjáum við nú dæmi hringbrot, tvær tegundir. Hér notaður sem sé bönd og brjótar hringinn. Ég ekki viss að ungviðið fengi mikla skemmtun úr þessu í dag, en húfa á gólfið. Og síðasta myndbandið sem ég ætla að sýna á þessari sýningu sem sé önnur túlkun á hringbroti, sem meira svona í líkingu við það sem þau gera í Færeyjum. Já, nei, þetta reyndar útsetningarnar, en þetta eru ýmist laglínur úr melódíu. Ég held að þetta sé eftir Ingunni, þetta ekki Ingunn Bjarnadóttir? Já, og síðan semur hann slatta líka. Þetta sem sé einfalt hringbrot, eftir sjáum við tvöfalt. En allur dansinn sem við sjáum hér hluti af svona menningarstefnu sem kemur frá Noregi til Íslands upp á 1920 og það þetta spor sem þau dansa, vikivakasporið, hvernig þau haldast í hendur. Hér tvöfalt hringbrot. Á þessum tíma unnu þau líka mikið með þennan óreglulega takt sem finnst í svo mörgum þjóðlögum og voru að reyna að túlka dans í gegnum þessa ójöfnu takta. Þetta mjög ballettskotið, hreyfingarnar. Þetta þrefaldar hringbrotið. En hér sjáum við líka að það sviðsetningin sem skiptir máli. Þetta væri aldrei dansað inn á baðstofu, gólfi. Þannig að það þarf að hafa í huga líka að það vissulega mikilvægt að þetta sjó sé líka til staðar og þetta sé mikilfenglegt og flott að horfa á.
Sem leiði mig inn í það að nú höfum við hérna, ég kannski fæ ykkur sem eru í sagnavökunni að það lyftu rétt upp hönd. Það Kalli og Kári og Emil og Georgia og Þorsteinn. Okkur vantar Elisabetu og einhvern annan. Nú ég að gleyma nefna einhvern, það agalegt. En við höfum sem sé verið svona að reyna að taka mikið úr þessari vinnu sem var unnin og setja inn í kannski svona alþýðlegra samhengi og meira þátttökusamhengi frekar en sýningar á sviði. Og við prófuðum til dæmis hjartarleik fyrir ári síðan á Ægi 101 í kjallara Laugavegar 2 þar sem að kjötbúð Tómasar var í fyndinni og síðan kofi Tómasar frænda. Já. Og það gekk ekki betur en svona. Ég tók þetta nú bara af Instagram, það sem ég mertur. Var ekkert mikið pláss þarna inni, en þetta kannski frekari líkingu við baðstofurnar og þrengslin. Nei, þau voru klöppuð út. Ég fekk ekki að fara undir bitan þarna. Þau treystu mér ekki. Jú, þau voru kveikt þegar við fórum í. Já. En síðan, á miðvikudaginn, þá endurtókum við leikinn. Með aðeins meira rými og lofthæð. Og hér erum við með Þingálk í flutningi, það má ég segja hver nei, þetta var leyndarmálið það ekki. Þetta var alvöru. Þarna er Kári og Georgia. Kalli. Bjarga langspilinu. Og síðan loks Hafnfirðsleikurinn, það var svona gaman að fá, hér voru komið hljómsveit undir. Og áfengi líka. Við sjáum hvað það skiptir miklu máli, þetta er ekki svona stíft og leiðilegt. Aðeins meira, þetta er svona aðeins skemmtilegra. Já, en síðan svolítið gaman eftir að hafa skoðað þetta að þessir búningar eru til sem voru notaðar 70 og ég fór upp á Háaloft í Þjóðdansafélaginu, fékk það lánaða og ætla að sýna ykkur nokkra þeirra. Þannig að ég fæ kannski Kára með mér til að aðstoða mig. Hér er ég búinn að taka aðeins úr samantekt Jóns svona einkenni alls staðar af. Það eru þversagnir þarna en þetta er svona ákveðin element sem eru. Þannig hérna erum við með þennan búning
sem að hérna aðeins öðruvísi lit, en þið voru búin að sjá það. Ég held að þetta hafi ekki verið svona. And so this is the costume of the heart, and I think it's a bit romantic in the interpretation. I think it was more similar to the one I made when I went to hang out with the reindeer a few years ago, where I went to the zoo and was walking around in a costume like this with the reindeer during opening hours. En það er sem sé hjörturinn. En varstu þá ekki með kerta á bakinu? Jú, þau var enda á bakinu líka, á kross, eins og er í sömum lýsingu. En við skulum taka fleiri myndir af það. Þetta er eitthvað sem ég vil endilega fólk sjáu og skoði á eftir. Brock, gerist ekki neitt? Eftir að hafa það. Hún er upp á allir mitt. Hún er hérna... Hér kemur Háðahóra. Hún lekur einhverjum sandi eða einhverjum handskota. Hún byrjar lítil, ég veit ekki hversu hátt hún fara. Síðan hækkar hún og hækkar og hækkar og hækkar. Er ég að taka glóð? Já. Og verðum hærri. Og hærri. Og ég áverið pilsu undir sko. Stopp! Er þetta svona þessar leys? Já. Háðahóra. Æ, ég fór okkur augum þar. Ok, ég má taka það með. Þetta hjálp mér. Þetta er skýrður. Þú er lagt hana niður bara. Spurning hversu heilsusamur þetta er. Þetta er ábygglega hvað heita? Asbest. Heyrði, en það er gaman að sjá þessa búninga svona í þessu samhengi og við sjáum það að hún hefur náð alveg upp í rjáfur. Annar búningur er hesturinn. Ég fann með 4 sko. Ég held ég passa ekki í hann. Nei, ég er rómið aðvarstóð. Ég er rómið aðvarstóð fyrir hestinn, sem hann er svona. Það lítur miklu betur út af svartbítu. Hann er með bjöllum. Og hvernig er hann settur á? Ertu með hausinu? Ég á að fara í hann eða, en ég held bara að rassin minn. Já, hann er eitthvað miklir og sér með hatt og svikju. Það er Tjölfi, hún kemst í hann. Tjölfi? Ég veit það, ég hef aldrei lagt í það hvað er mér. Ég er búin að prófa. Já. Sem hoppar í dansarum. Og það er leikur sem gengur út á það að járna hestinn og hann spilar öllu. Og síðast en ekki síst kemur uppáhaldið hans Terry. Búningurinn er ófræskilegur, þakinn löfrum og skeljaklastri sem skröltu og ringlaði í. Í niðurraðan og undirvísan er búningurinn víst ítarlega. Haus dýrsins er viðamerstur, hann er hornótt fjöl, svo sem hálf alina lengd og rúmt kvartél á breidd. Á fjölunum er negld 2 geldsauða horn, smíðuð augu sem smeltir í gleri, neldgrá gæruskinn niður með vöngum og tilbúnar nasir þar sem er komið fyrir 2 kyndlum. Staur er hálfönnur alina lengd, gengur aftur úr hausnum og er umvaðinn brekáni. Maðurinn sem skrýmsti leikur fer undir brekkánið og heldur staurinn.
Höfuðið svo í útliti sem versta kvikindi eða monstur. Það síðast þitt, ég lofa. Ég þarf að hjálpa hann líka. Litirnir koma kannski svolítið óvart. Síðan inni í honum, þá reykur. Sem að leiðir með leiðslum upp í munn og það á að koma úr honum reykur. Ég er hættur að kvikna í honum, eða batteri, þannig ég er ekki að prófa það. Þetta er sem dæmi svona túlkun á þessum heimildum sem hafa verið notaðar á sviði í Þjóðleikhúsinu og við erum bara að sjá myndbönd af ykkur af þessu í praxís og þetta eru svona hvernig þessar heimildir hafa verið túlkaðar, hvernig það líta út í búningaformi og hvernig það hafa verið notaðar á sviði og það er svolítið gaman að prófa að setja þetta á svið í samtímanum og sjá hvort þetta hafi sambærileg eða svipuð áhrif og maður lesum. Og að minni upplifun þá mörguleiti já. Hefur þetta þessi áhrif á fólki bregður svolítið og finnst þetta skrítið, kannski svolítið asnalegt og hefur svona sameinandi áhrif. Og hjálpar ef fólk er kennt. En já, ég held að ég sé búið með alveg 10 mínútur yfir tíma minn. Þannig að það eru engar spurningar, þið bara sáu þetta og... Þú veit alveg góðum tíma, takk fyrir. Takk fyrir mig. Any questions? This is quite unusual. Fullt af spurningar. I was just gonna make a comment about the thing about having reindeer antlers. Yes. There's a tradition in the Midlands in England, in the village of Atlas Bromley, where they have the horn dance early September every year, where a group of people dance through the village for the whole day. They start at 10 in the morning, finish 10 o'clock in the night, and they have these reindeer antlers which are actually mounted into a wooden carved head, kind of very basic wooden carved head. So they carry them, and these are big sets of antlers. So they have them with them resting on the shoulder, and they do serpentine and circular dances through the streets. And they've carved and dated the antlers, and they're dated from medieval times. And they only come out on that one day in the year, and the rest of the year they hang on the parish church wall. And they've only been danced once outside the village, and that was for a special event in the Albert Hall back in the 1970s or 80s. Yeah. So I mean, these things they have kind of tentacles and legs. Absolutely. But I think it's important, as Terry has written about, that the living conditions in Iceland perhaps dictated the setting of these games a bit, that we didn't have these towns and didn't have these close-knit communities. The distances were far between farms, so people would gather in one spot rather than moving around. And that most certainly has played a big role in how this tradition went the way it went. Yeah, it's also worth pointing out, as you did in your paper, that we didn't have hearts either. Yes. This was well before the introduction of reindeer. An animal that we don't know. Yeah, it's except through fairy tales. Yes, it's as mythical as lions and dragons for people in those days. Yeah, I was really curious about the process of making the costumes for the next, like the ones that have just been made, the recent ones. Were you inspired at all by these? Well, we have been using these when we're doing this. The one exception is when I
did a paper and did this one. It's very simple. It didn't have a lot of money, but I tried to follow the descriptions very directly. And we could add some colored tassels on it and hang fabric, but the element of it is this sort of a person under a cloth. Just to mention that this description of holding the sticks in front, the oldest description is probably in Thorleif's of the upper stuff, when he comes in to a party with the sticks and then proceeds to swallow all the food on the Christmas table and taking it down inside. It's exactly this. Yeah. This is a staff cut. It's a bit ridiculous to think that this is an animal. You just see the comparison, you know. They're nothing alike. Já, they were mjög skelkuð. It's more about it being not human. Yes. Yeah, exactly. It's a mythical creature that represents something different. Reindeer obviously thinks you're pretty mythical. And we were luring them with moss, and they loved the moss, and we put them close by me, so they were very sort of to come. Took minutes to get them to come to us. Yeah, but so I wanted to sort of highlight the performance of these games today and how they are interpreted and how the people have imagined them, because we don't have surviving costumes. We don't. Ég fer á milli tungumála alveg. Yes, I'll do it in English. We don't have surviving costumes. We have these descriptions that are not very descriptive, or they are very descriptive but not very precise. And we have words that have changed meaning or can mean a wide variety of things. So it's and it's also interesting to see, you know, for a TV production or on stage, you don't really need a very good horse. I think it's the least exciting interpretation of what we have on the floor. Yeah, any other questions, comments? Yes? Well, just to mention, of course, in an Icelandic farmhouse, we need to remember, A, the space is very limited. Secondly, you've got a lot of smoke inside there and sort of lamplight, and that has a hell of influence on the way these figures work in the darkness. And the shadows from the light. And yes, all right. Do you want me to clean this up before we... Já, truflar þetta næsta? Nei. Ok, flott. Ég ætla að fara... Já, endilega. Ég ætla að fara að þvo mér. Takk fyrir mig. Takk fyrir það. We have also special guests coming from the States and from Sweden also. The Hildir crew, as I would like to call them, Joseph, Daniele, and Lauren. They publish various books on folkloristic topics, and we're going to talk about a few Yule creatures in their publications. Welcome. Sorry. Did you want me to use the website? Oh, yes. Sorry. Sure. I'll just come over here, it's fine. Yeah. Be just a moment, please. We have another tab open for Mimi's printer. Yeah. I'll just do... .info, right? Mm-hmm. It's Old Norse, so no U. Oh. Brindr. That's right.
So, Just decline. where is the mouse? Just over there. No, hello. Okay. All right. Okay, so hello. My name is Joseph Hopkins. I'm a director at Hilder. I'm very happily joined today by Lauren Fountain, our chief editor, and Danielle Cudmore, our contributing editor. And I've been asked today to talk a little bit about a few of our recent publications and some Yuletide figures that are featured in them by Norna Brunner, our Icelandic distributor who has organized this event. All right, so let me explain what Hilder is first. Hilder is an independent publishing house. Like nothing else that has come before it, we focus on folklore topics, and we do things a little bit differently than other publishing houses. We kind of grew out of tech circles in Seattle some years ago, and it instilled a pretty intense distaste for AI in everything we do. So all along the process, there's no AI. Like I said, everything is independent, and we actually only sell to independent shops like bookstores and educational institutions like museums. So you can find a couple of our books here in the gift shop. All right, and we are going to take a look at a couple books that we published over the past year, like I mentioned. The first one is Lady Eldertree. Okay, this is the second edition of Lady Eldertree. This was authored by myself, actually, and Rune Hirna Rasmussen out of Copenhagen. And it is focused on the Hildemol, the personification of the elder tree, right? This is an entity that you find no records for, of course, here in Iceland, unfortunately, but quite a lot in southern Scandinavia and England. Around practices associated with this figure, there's quite a lot of mentions of Christmas. As it is it's a liminal time, an intense time for supernatural activity, and also for ritual, right? So Danielle, would you like to read a couple items from the late 1800s? So you want both of these? Yeah, let's go ahead and read them. Do you want to read into the microphone? No, I'm American, I'm loud. You can hear me. Perfect. So this first one is just a bit of scene setting. It's from an anonymous article in the Quarterly Review from 1863. On the border of the wood, with its white clusters glimmering through the dusk, the elder has an especially ghost-like and mysterious appearance. So to get us in the ghostly mood. And our next is in one of, was recorded by Eva Wikström in 1898. And she writes that one can still meet people who, on Christmas Eve, offer ale or milk at their elder bushes. They say merely the elder tree, also Hulefroa, enjoy the offering sent from us and ours to you and yours. So, yeah. Great. It's some. Yeah, I don't know why. Little technical difficulties here. Please stand by. Sorry, just a moment. Could be. Maybe we needed this rather. Can you command it from here? There you go. Yeah, but then you cannot. You can scroll it, but from here, like you don't really see it. Wow, that's pretty weird. All right. Okay. We're going to move on to another book we published recently. This one's by Sarah Bonadia George. She's a folklorist out of Uppsala. We assigned Sarah to go out to various folklore archives, and this one was introduced by John Lindau. Can we pull this up somehow? I'm not sure how this works. And Sarah went to quite a few archives in search of plant animism, right? So mentions of personifications of plants primarily. But the book is called Frøya's Apples, and we have quite a lot of information about Swedish traditions involving Frøya, right? They tend to focus really concretely on Christmas, and they mention quite a lot of ritual, right? And do you want me to read this while I'm trying to pull up? Yeah, go ahead. All right. Well, they're struggling with the computer. I'll entertain you. So these are from Sarah's book, Frøya's Apples. So the first one is that Frøya shakes down her apples. Don't take them all. Frøya, who's in charge of growth, wants some.
She comes on Christmas night and shakes them down. She shakes the fruit trees, but if there is no apple left for her, the fruit will be scarce the following year. It's not this one. Similarly, Freyja was believed to bless everything on Christmas night. And the final one, We're trying to fix it. this one's actually quite strange, and I think pretty unique. So, the fruit trees also had their protectors, who were the goddess Freyja's handmaidens, to whom one was to offer the pig's offal, the bowel waste, so that one could be sure of a good harvest. In addition, the old people said, the trees should be wound round with Christmas straw. The above-mentioned sacrifice to the fruit trees was to be made in preparation for the Christmas festival, and if Freyja, this is also Freyja, was satisfied, she would shake the trees on Christmas Eve. If she did this, one could be sure that in the autumn there would be reason to shake the trees because they would be laden with fruit. So, this is a bit of lore from Sarah's book. We don't have a physical copy here. Mm-hmm. Right, so I think we're just going to skip this side of it because it's not mirroring what's on the screen. Duplicate. Yep. Oops. Yes. So it's not this one, but it's here. Yes. So now you can. All right. Thank you for your patience, everybody. Okay. So among these mentions, we commissioned quite a lot of art as well, original art depicting some of these items that Sarah pulled from the archives. Most of them had never been published in English before, or I think anywhere really, outside of a few small journals here and there in Swedish originally. Also found some incredible stuff associated with the 9-plant spell, mirroring a few verses in that, which I don't think has seen any discussion at all previously. But that's a little outside of the topic today. So let's move on to the third item from a recent publication as well. This is from a 1904 publication by the Journal of American Folklore. Carlton Brown, who was a folklorist at the time, comments pretty heavily on a grimoire from 1820 from the Pennsylvania Germans. It was John George Homan, a mysterious figure, a migrant into the United States from an unclear region of Germany, or what would become Germany. Talks about quite a few things, everything from making molasses from pumpkins to worm spells that mirror the kind of worm spells that you would find in, for example, Old High German. Would you like to read a Christmas-related item, item 11 there? Yeah, sure. So this is entitled, To Make a Wand to Seek Iron, Ore, Water, and the Like. The first Christmas night, between 11 and 12 o'clock, break a young branch of 1 year's growth towards the sun rising in 3 highest names. When you use the rod to seek something, use it 3 times, i.e., take the wand, and it must be forked. Take 1 part in each hand so that the thick part stands up. If the third part strikes toward the earth, that is the place where the thing is which you seek. You are at the same time to repeat these words. Thou, Archangel Gabriel, I beseech thee, in the name of God, the Almighty, is water here or not? And you can replace the word water with iron or ore, whichever you seek. Right, so this is just a classic dowsing rod that's being described here. And the power of Christmas seems to play a pretty strong role in this one. All right, since we've got quite a few readers here, we're going to talk a little bit about some projects we're working on that may interest you. For example, we have a little book of sacred trees and groves coming this year. We have a book on warden trees by Sarah Bonadia George as well, also in the digging through the archives for that right now. And we'll be digging through some soldiers' papers that I think haven't been published before, some German soldiers' papers with all sorts of spells and charms and things in them. Additionally, Kara here is working on a new book featuring invocations to Old Norse gods from grimoires, quite a lot of them previously unpublished or commented on. And we also provide quite a few resources through another website we run that may be of interest to you. If we can pull it up here.
Is anybody familiar with this resource? One person? All right. For example, we crowdsourced quite a few translators and other individuals to dig up echoes of the Merseburg spell type 2 spells and translate them and comment on them. Quite a few of these I've seen very little discussion about and commentary on, including some of the really early English mentions of the spell type. We're going to be producing a lot more of this type of thing this year, as well as a 9-plant spell focused comparative survey. We had a translation of the 9-plant spell occur, we licensed it to Focus Features, and it's going to be in this film Hamnet that has already been released in the United States. But we'll release internationally in January. January, yeah. Right, and that's all we have. We're going to keep this quite brief today. I just wanted to say a few things. Thank you for having us here today. If you have any questions, I'd be happy to answer. Yes? Any questions? All right, thanks. All right. Engar spurningar? Lúkasins? Nei, þá bara... Þorsteinn, vilt þú ekki reka lestina? Endilega. Ég ætla að byrja að því að gera þetta. Ég ætla að dreifa samantekt á ensku. Ég alveg hættilegur á ensku, þannig ég ætla að dreifa for non-Icelandic speakers. I have special for you. Og sér ætla ég að byrja að kalla að með mér. How is the presentation for this muscle? Kannski yfirsýn. Opna með. Það var ekki bara yfirsýn. Ekki prófa svona. Og svo skúpsýningin. Svo? Já, og það hægt að fara. Róbert. Þorsteinn Björnsson er næstur, doktorsnemi í íslenskum bókmenntum. Er það rétt mér? Jú, rétt. Þú bara ferðir eftir byrjun. Já, þakkaði fyrir. Ég ætla að byrja á því að syngja fyrir ykkur með félaga mínum, Karl Friðriki Karlssyni. Ég söng þar út öll jól, á örma vættur kjól, heyrðist mitt gaulakól, gegnum hann Já, þetta. Takk fyrir. Við Kalli höfum sungið ansi margt skemmtilegt saman í gegnum tíðina í tvísöng og leiðilegt og dálítið svona, þetta er dálítið dapurlegur tónn, en okkur finnst þetta alltaf svo gaman. En þessi skemmtilega jólavísa sem við sungum fyrir ykkur, ég söng þar út öll jól, hefur áður fyrir verið þekktur húsgangur allt land, náði einkum vinsældum norðanlands og þaðan fékk Bjarni Þorsteinsson þjóðlegasafnari einmitt lagið úr Vatnsdalnum, eitt af hinum algengustu tvísöngslögum þar að hann sögn. En Tindastóll þó eins og kunnugt helsta kennileiti Skagafjarðar. Við fyrstu sýn má ætla að umræddur húsgangur sem við sungum hér sé stök lausavísa, en svo víst ekki, þar sem vísan tilheyrir mun lengra kvæði af gömlu sem ber hið einkennilega nafn Kórbragur eftir Jón nokkurn Skýr-Klárusson. Jón þennan vitum við ekkert með vissu nema að hann hefur verið uppi á 17. öld og átt móður sem hefur borið þetta sérkennilega nafn Skýr-Klára, líklegast að auknefni.
Við getum þó ímyndað okkur að Jón þessi hafi tengst Skagafirði, jafnvel verið skólapiltur á Hólum í Hjaltadal, samanber það að hann nefnir einmitt fjallið Tindastól. Úr kvæðinu mun einnig vera þessi alþekkta vísa sem varð að þekktum húsgangi allt land. Prestur í stólinn stóð ég þar út og allt fólkið óð í hné og lítið sveinbarn drukknaði. Bragarháttur Korbraks einkennist af tvíliðum með endaríminu karlrími, en þennan bragarhátt notaði meðal annars Hallgrímur Pétursson sálmaskáld við einn morgunsálm og við 47. passíusálm sinn. Lífinu hnjúkar hönd, þá herðir sóttar grönd, hjálpa þó engin önd, upphugsuð ráðin vönd. En við nánari eftirgrennslan mun lagið hafa komið erlendis frá úr evrópskri helgisíðabók frá 1648, en fyrir löngu þróast með sínum sér íslenska tón og orðið að þessu skemmtilega þjóðlagi. En svona hefur þetta verið líklegast með margar okkar þjóðvísur og því líkt tengt jólum, að áður fyrr hafa þær líklegast tilheyrt lengri kvæðum, margar upphaflega undir sálmaháttum eða bragarháttum helgikvæða, en nú einungis ein og ein vísa varðveitt í munnlegri geymd. Dæmi annað jólakvæði mun þekktara og í þessum dúr má nefna Jólasveinar 1 og 8. Sú vísa er vafalaust með allra vinsalustu jólasveinavísum sem börn syngja enn þann daginn í dag. Lagið sem sungið við vísuna nú á dögum er af erlendum uppruna og passar það einstaklega vel við kvæðið. Hins vegar hefur kvæðið ekki alltaf verið sungið með þessum hætti, því heimildir benda til þess að enn eldra lag hafi verið sungið við það, sem hefur líklegast verið sálmalag, líkt á tilfellið með lagið sem við Kalli fórum með ykkur fyrst. Þetta gamla sálmalag sem við Kalli munum fara næst með, skrásetti Hallfreður Örn Eiríksson þjóðfræðingur í Winnipeg haustið 1972 af vörum 96 ára gamals manns frá Hárekstöðum í Jökuldal. Hann hét Gísli Jónsson og var prentari þar í borg. Winnipeg, sveit, hvað segir þér? Við erum að koma upp og syngja með mér gamla lagið við Jólasveinar 1 og 8. Já. Jólasveinar 1 og 8, ofan koma fjöllunum, í fyrra kvöld þeir fóru að hátta, þeir fundan ljón á en André stóð þar utan gátta, það átt að færa hann tröllunum. Þá var hringt í Hólakirkju, öllum jólabjöllunum. Já, eins og þið sjáið og heyrið hafa sálmalög greinilega verið sungin við veraldlegar jólavísur og slíkur söngur hefur greinilega verið ríkur hluti af skemmtanalífi fólks áður fyrr á vetrarnóttum. Bóndinn og alþýðufræðarinn Kristleifur Þorsteinsson á Stórakroppi lýsir þessu fyrirbæri vel í bók sinni Úr byggðum Borgarfjarðar og kallar þessar veraldlegu vísur undir sálmalögunum druslur. Og í eftirfarandi kafla lýsir Kristleifur einmitt þess konar kveðskap og tilurð hans í kaflanum Rökkur söngvar í baðstofum áður fyrr. Hér fjallar hann druslurnar í samhengi við móður sína sem greinilega hefur kennt honum listina. Söngur var mesta yndi hennar, en sálma eða vers vildi hún ekki láta syngja nema með fyllstu andakt
og aðeins við húslestrana á sunnudögum og kvöldlestra í vökulokin. En svo gat það komið fyrir að sumir yrðu hjáróma þegar þeir voru veikir í lagi og það svo ónotalega að sumum hinna alvöru minnstu kæmi hlátur í hug. En slíkt var víti sem öllum bar að varast. Til þess að ráða bót á því að söngur við húslestra geti valdið hneykslunum var það eina ráðið að æfa lögin áður. Lagði móður mín blátt bann við að svokölluðu andlegu vers væru notuð við slíkar æfingar. Urðu því þau börn söngrödd höfðu að læra sem flest af þeim erindum sem tilheyrðu þeim flokki ljóða ortur var undir sálmalögum en að efni til lausu alla guðrækni. Slík erindi voru nefndar druslur. Þannig mætti flokka jólasveinar 1 og 8 og ef til vill fleiri jólavísur til þessarar skemmtilegu kveðskapargreinar. En það því miður afar líklegt að tímans tönn hafi ekki farið mjúkum höndum jólakvæðaarfinn okkar og sjálf lögin við hann og eru flestir þjóðháttafræðingar á einu máli það. Mikill hluti þeirra hefur líklegast fallið í gleymsku. En það þó fjarri sannleikanum að allt sé nú týnt og tröllum gefið. Það sem þegar hefur varðist að kvæðum og lögum þykir afar fjölbreyttað efni og kyrfilega varðveitt annarkvort í hinu mikla þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar eða inn á þjóðháttadeild Árnastofnunar. En það sem einkennir bæði þessi þjóðháttasöfn hinn miklu sægur Grýlukvæða sem virðist hafa verið geymdur á vörum fólks áður fyrr. Grýlukvæðin eru greinilega langríkasti kvæða og þjóðlagasjóðurinn sem tengist jólum. Því þykir mér einboðið að sýna ykkur nokkur sýnishorn af þessum grýlukvæðum og lögum við þau. Grýlukvæði eru kvæði yfirleitt flokkuð með barnagælum þótt þau hafi einkum verið notuð til þess að hrella eða aga börn fyrir á öldum. Grýlukvæðin gátu þannig falið í sér ákveðið uppeldisskildi þótt þau hafi eflaust einnig falið í sér skemmtanagildi. Í kvæðunum jólavætturinn Grýla fyrirferðamest allra persóna ásamt Leppalúða, eiginmanni hennar og jólasveinunum en einnig Dúðadurt og Skrögg sem Grýla, annarkvort Grýla eða Leppalúði eignuðust í lausaleik. Elstu heimildir Grýlu og Grýlukvæði eru úr íslenskum skinnhandritum frá 13. öld og má helst nefna Grýlavísuna þá sem varðveitt í Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar. En þá vísu hvað oddaverjinn Loftur Pálsson rétt fyrir Breiðabólstaðabardaga í Fljótshlíð gegn Birni Þorvaldssyni, hálfbróður Gissurar Jarls, árið 1221. Vísa Lofts hljóðar svo: hér fer Grýla í garð ofan og hefur á sér hala 15. Gaman að hversu oft þessi vísa hefur komið upp hérna núna í dag. Ég mjög ánægður með það. En þessi þjóðvísa, hún hefur síðan líklegast, ég ætla ekki að fullera það, ég er ekki þjóðfræðingur. En hún hefur kannski lifað á vörum landsmanna og tekið á sig ólíkar myndir og enn verið alþekkt miðja 20. öld. Og hér kem ég með tóndæmi af vörum Jakobínu Þorvarðardóttur frá Arnarstapa á Snæfellsnesi. Hún fer hér með þuluna Grýla reið fyrir ofan garð. Lagið hennar var svona: Grýla reið fyrir ofan garð, hafði hala 15, en á hverjum hala 100 belgi, en í hverjum belg börn 20, þá vantar 1 og það skal fara barnið leitt. Einhvern veginn svona. En í lengri Grýlukvæðum síðar meir hófust kvæðin þannig að fyrst ófrýnileg lýsing á útliti Grýlu en síðan kemur frásögn sveitina, hvernig Grýla fer bæ af bæ, tala við húsbændur og biður börn í soðið. Elsta Grýlukvæðið sem vitað eftir nafngreint skáld, elsta Grýlukvæðið sem vitað eftir nafngreint skáld þó eftir Guðmund Erlendsson frá Felli í Sléttuhlíð, en hann lést árið 1670. Flest þessara kvæða hinna nafngreindu skálda undir sérstæðum bragarhætti sem kallast af sumum bragfræðingum dragmeltur. Hættinum þannig lýst að stundum síðari helmingur hvers erindis tekin upp aftur og breytt í upphafi næsta erindis á eftir. Þá síðari helmingur hvers erindis stundum tvítekinn.
Séra Bjarni hefur safnað 12 lögum við þennan bragarhátt í sitt þjóðlagasafn, en síðan bættust enn fleiri við miðja 20. öld af þjóðfræðasöfnurum. Og hér kemur dæmi með einu þessara laga með upphafi úr Grýlukvæði Guðmundar Erlendssonar og lagið sem sagt fengið frá Pétri Guðjónsson og það hljómar svo. Hér komin Grýla og gægist hól, hún mun vilja hvíla sig hér öll jól. Hún mun vilja hvíla sig því hér eru börn, hún grá hálsinn og hlakkar eins og örn. Hún grá hálsinn og hleypur ofan í fjós, hún vill ekki horfa í það hátíðaljós. Hún vill ekki heyra þann hátíðasöng, kvartar hún ketleysi og kveðst vera svöng. En langfrægasta Grýlukvæði þjóðarinnar vafalaust Grýlukvæði eftir Stefán Ólafsson í Vallanesi sem uppi var á 17. öld. Sungin hafa verið fjöldinn allur af lögum við Grýlukvæði hans, en algengasta tónabrigðið hefur verið eitthvað á þessa leið, eins og hún syngur Sigríður Einarsdóttir. Og lagið svona. Ekki linnir ferðun Fljótsdalinn enn, þar sér á að þar búa þrifnaðar, þar sér á að þar búa þrifnaðar menn. Það sér á að þeir ala bæði gangandi og gest, förumannaflokkarnir flykkjast hangað, förumannaflokkarnir flykkjast hangað mest. Förumannaflokkarnir og kerlingakrans, þó nú taki 18 yfir umferðin, þó nú taki 18 yfir umferðin hans. Þetta lag mun vera algengasta lagið við Grýlukvæðin og nota bene við önnur þjóðkvæði, einkum sagnadansa og barnaþulur. Sumir heimildamenn nefna jafnframt að lögin við Grýlukvæðin, einkum eftir Stefán Ólafsson, hafi líka verið notuð við önnur þekkt jólakvæði, svo sem Gilsbakkaþulu. En þetta mikill sægur af Grýlukvæðum og önnur fræg Grýlukvæði eftir þekkt skáld Grýlukvæði eftir Hallgrím Jónsson Thorlacius, Grýlukvæði eftir Björn Ólafsson á Hrollaugstöðum, Dúðadurtskvæði eftir Hallgrím Eldjárnsson og Skröggskvæði sem sagt vera eftir Guðmund Bergþórsson. Hér kemur með svona aðeins bara tóndæmi, nokkra sirpa af fleiri Grýlukvæða tónum. Hér Grýlukvæði eftir Hallgrím Jónsson Thorlacius og það Jónatan Jónsson sem syngur eða raular þetta með þessu lagi. Kom ég út og kerling leit og frína, svo kátlega hún á mig tók að blína. Hana ég spurðum heit og nafngift sína, hér sagði hún Grýla skrítin trína. Reyna vildi að ég rausna geðu þitt fína, ramlega tekur sulturinn mig að pína. Í frosti svöngum fáum trú ég hlýna, fæðu vantar tómer matar skrína. Hér Grýlukvæði undir fornendislægi eftir Björn Ólafsson á Hrollaugstöðum. Þetta held ég eina lagið á segulbandi hjá þjóðháttasafni Árnastofnunar. Það sem sungið kvæði undir fornendislægi. Og fornendislægi einn af edduháttunum. Lagið svona sem Guðmundur á Lundi, Þorsteinsson á Lundi raular. Nú á skemmtun skortur ei lítill, þar ljóðendur lítt að hafast. Eitt þó efni varðandi sem að í kvæði setjast ætti. Í Dyrfjöllum hefur dvalist lengi, kerling af gömul kölluð Grýla. Þrotinn að vistum þegar var orðin, bjóst í byggð niður bændur að finna. Sú tröllkona 2000 ára
út hingað komin með Ingólfi gamla. Getinn og fædd í Goðheimum austur, flutt svo allt hingað að Ísabelti. Dúðadurskvæði eftir Hallgrím Eldjárnsson. Þórir Torfarsson, bóndi á Baldursheimi, raular kvæðið. Byttu nú við. Ég man ekki hvernig lagið var, þannig að við bara förum í næsta lag. Skröggskvæði eftir Guðmund Bergþórsson. Magnús Gunnlaugsson syngur það. Eitt vil ég kvæði hveða til gamans mér og skemmta með því börnunum hvað skeður nú hér og skemmta með því börnunum og skiljið þið nú út gekk ég eitt sinn mín ætlan var sú út gekk ég eitt sinn og ætlaði út í fjós fínt var þá veður og fagur tungsljós fínt var þá veður en frost nokkuð hart sá ég hvar hann skröggur skundaði snart. Jæja, en nú ætla ég aðeins að venda kvæði kross og að lokum ætla ég að fjalla aðeins þetta torskilda fyrirbæri, vikivakar. En í ýmsum heimildum má greina að jólaleytið hafi svokallaðir vikivakar tíðkast á liðnum öldum, einkum frá 15. öld til þeirrar 18. Vikivaki er mjög torskilið hugtak og fræðimenn hafa verið ósammála tilurð hugtaksins, bæði merkingu þess og fyrirbærinu sjálfu. En líklegast hefur vikivakinn haft fleiri en eina merkingu, kannski, ég kann að nefna 2 ólíkar merkingar. Annars vegar haft merkinguna danssamkoma, þar sem fólk safnaðist saman á bæ, líklegast kirkjustað, farið í vikivakaleiki og dansaði hringdans, sagnadansa, vikivakakvæði, kannski álíka því sem menn tíðkast í Færeyjum. Hvort tveggja danstegundin, kvæðategundin sagnadans og vikivakakvæði, þau eiga gróflega það sammerkt að hafa endurtekið stef innanum eða aftan við hverja vísu. Til dæmis eins og Ólafur reið með björgum fram, villir hann, stillir hann, hitt hann fyrir sér alvaran það rauðulóðin brann, blíðan lagði byrinn undan björgunum fram. Annars vegar er talið að vikivakinn hafi haft merkinguna sérstök danstegund þar sem karl og kona héldust í hendur og sungu hvort til annars erindi án þess að færa sig úr stað, þótt ýmsar hreyfingar gæti haft komið við sögu, svo sem skref fram og aftur og jafnvel frekari hreyfingar, til dæmis fingur upp í loft. Ég ætla ekki að fara nánar út í þessa sálma, þar sem ég þekki þetta ekki alveg nógu vel. En Íslendingar hafa ekki einungis dansað álfa, tröll og riddara úr fjarlægum löndum, heldur hafa þeir einnig kveðið í dans einhvers konar kvæði með kristilegu ívafi, einkum úr kvæðagrein vikivakakvæðana. Og næg dæmi eru slík vikivakakvæði sem bera sterk einkenni þess að þau voru ort til þess að kveða við dans og má ímynda sér að þau hafi í upphafi verið tilraun kirkjunar manna til að bæta kveðskap á gleðivökum og koma að Guðs orði þar eins og annar staðar. En tengsl vikivakakvæða við dansleiki verður ekki dregið í efa. Kvæðin sjálf lýsa sum hver sjálfum dansleikjunum, eyjaskeggjana, oft með háði og kerksni og teljast þau að mörgu einstæð menningarsöguleg heimild. Miðja 18. öld hefur verið til dæmis jólagleði á Þingeyrum og það er mjög víða fjallað heimildir fyrir því að vikivakagleðir hafi verið haldnar jólaleytið. Það er eins og jólagleðin á Þingeyrum og síðan eru margar íslenskar þjóðsögur sem benda til þess og margt annað. En það sem ég vildi skoða sérstaklega núna fyrir þennan fyrirlestur hvort að við vitum eitthvað sérstök íslensk jólakvæði í dansi, kvæði sem fjalla sjálf jólin. Og við vitum það að það eru til náttúrulega vikivakakvæði frá Einari Sigurðssyni sem í vísnabókinni Guðbrands frá 1612. Þar eru náttúrulega mörg vikivakakvæði sem tengjast fæðingu frelsarans og síðan eru við með
hátíð fer að höndum ein sem þjóðvísa undir vikivaka kvæðahætti sem greinilega, já, mögulega hefur þetta verið einhvers konar jólavísa. En það sem ég vildi sérstaklega skoða einmitt þetta kvæði sem ber þetta sérkennilega nafn Konuríki, en kvæðið afgamall sagnadans frá síðmiðöldum. Þetta kvæði sömu ættar og þekktasta þjóðkvæðið okkar, kvæði af Ólafi Liljurós. En í útgáfu þessarar konu hér, Guðfinnu Þorsteinsdóttur, fjallar Konuríki húsþrif og undirbúning jólaleitið og hörku húsmóðurinnar gagnvart bónda sínum, sem vægast sagt keyrð úr öllu hófi. Í kvæðinu vekur konan húsbónda sinn værum blundi á sjálfa jólanóttina og biður hann að mala korn, en eftir að húsbóndinn hefur malað allt kornið, búinn að þrífa hús þeirra hjóna hátt og lágt og sýnt henni afraksturinn, þá lemur konan hann með 18 álna stöng. Og í kjölfarið kveðst konan að hann skyldi engan mat fá nema hænsnaegg, þau sem lægi út undir vegg við hús þeirra hjóna. En svo fer að húsbóndinn gengur út til þess að tína eggin og þá taka nágrannar hans að hlæja að óförum bóndans. Og lagið hennar Guðfinnu svona: Það var eina jólanótt að haninn tók að gala, húsfrú vakti bónda sinn og sagði mála mala, því trú ég hann sofi lítið. En hann hafði malað 20 tunnur korns, tók hann sér þá hríslukvist og tók að kynda upp, því trú ég hann sofi lítið. En þegar ég skoðaði eldri uppskriftir af kvæðinu í handritum, þá tek ég eftir því að upphafið hefur ekki verið svona eins og Guðfinna hefur kvæðið. Í elstu handritunum alltaf talað svo: það var einn myrkin, eða það var einn snemma morgun, það var einn svo blíðan dag. Þetta voru allt upphöfin að þessu tiltekna kvæði, en það verður ekki seinna þegar fólk byrjar einhvern veginn að tengja þetta kvæði við jólaháttíðina. Og það finnst mér benda til þess að á einhverju tímapunkti þá hafi fólk tengt þennan sagnadans við sjálfan jólaundirbúninginn, þar sem allt var á rú og stúi á bænum og húsmóðurinn ergileg, enda átti að vera allt hreint og fínt fyrir fæðingu frelsarans. Þar að leiðandi hefur kvæðið fengið umrætt jólaþema og hver veit nema kvæðið hafi einnig verið notað í einhvers konar dansgleði jólaleitið. Og eitt hérna í lokin, þá ætla ég að nefna eitt annað mögulegt kvæði sem líklegast hefur verið notað á gleðisamkomum á jólum, en í rauninni eru þau tvö. Hér höfum við kvæði úr hinni danskvæðaættinni, vikivaka kvæði, og þau heita Barbörukvæði og Krummabragur. Þessi vikivaka kvæði voru í miklum metum á 17. og 18. öld, og þessi tvö kvæði virðast einmitt hafa verið í dreifingu á þessum tíma. Barbörukvæði helgikvæði, en heilugu Barbara dýrlingur og píslarvottur í kristni. Talin hafa verið uppi á 3. öld eftir Krist. Hún hefur greinilega verið talsvert dýrkuð hér á landi og til dæmis hafa fundist líkneski af henni í Kapellurhrauni í Hafnarfirði. Hún verndardýrlingur námumanna, fallbyssuliða og þeirra sem vinna við hættulegar og erfiðar aðstæður. Kvæðið varðveitt í 2 gerðum. Fyrri gerðin skráð í handritum 1700, en hinn síðari á árunum 1849 til 1873. Þessi síðari gerð hefur verið kunn einkum í Austur-Skaftafellssýslu miðja síðustu öld. Helgi Einarsson frá Smyrlabjörgum, fæddur 1882 til 1972, það ótrúlegt en satt að hann kunni þetta kvæði og söng það með þessu lagi. Dysbóteos hét drengurinn heiðin af djöflinum var, hans maktar seiðin í huganum var, hann harla reiðin hans var dóttir dýr að sjá.
blessuð meyjan Barbara. Ólst þar upp hinn unga svanni, lof hún bar á hverju manni, lausnara himna dygð með sanni, lá hún jafnan bænum á, blessuð meyjan Barbara. Og seinna kvæðið undir þessum sama vikivaka hætti og krummabragur heitir það og bragarhátturinn virðist vera mjög sjaldgæfur. Ég hef leitað í mörgum kvæðasöfnum og reynt að finna kvæði með sama hætti en fundið bara þessi tvö. Og krummabragur mjög einkennilegt kvæði en það fjallar krummapar sem veiðir sér kind til jóla. Krummakarlinn leggur land undir fót, biður sjálfan Napoleon Bonaparte jólakind í pottinn sinn og fer meira að segja alla leið í Svartaskóla eða Sorbonne. Lagið sem Helgi söng á segulband fyrir hartnær hálfri öld við Barbarukvæði hefur vafalaust verið einnig sungið við krummabrag og þá líklegast jólaleitið þar sem bæði þessi kvæði tilheyra stórhátíðum í desember. Þannig að, og hér, ég vil endilega ef þið hafið áhuga á því að rísa úr sætum og dansa með mér krummabrag. Það er ekkert stress, bara þeir sem vilja. Já, ég veit að það eru margir dansarar, margt dansfólk. Og ég er ekki búinn að læra kvæðið alveg utan bókar, þannig að ég ætla að vera með þessa bók hérna. Ensku mælandi eða? Já, ég held að þið allir skemmu Já, ok, ég ætla að vera með tala og ég ætla að vera með bókina hérna. So, okay, now I want to try to speak in English. I'm so sorry, I apologize. I have not. But we are now going to try to dance with a very some new Christmas poem. Þannig að viðlagið ég syng. Út byggðir Ísahæð á Eyrarbakka, bar til væða, kvitt til jóla, keyptist fæða, kjötið á förum hér. Og þið syngið viðlagið. En tryggðavinur trúðu mér. Þannig að það er bara viðlagið. Tryggðavinur trúðu mér. Og við tökum bara færingarspor og til hægri bara og vinstri, hægri. Út byggðir Ísahæð á Eyrarbakka, bar til væða, kvitt til jóla, keyptist fæða, kjötið á förum hér. En tryggðavinur trúðu mér. Til krummi hafurinn skæður, höllu sem að borga ræður, lífið kopni sveitir glæður og vel hjá Guðum muni sér. En tryggðavinur trúðu mér. Lífið trefið veitir stanga, viktum krónu, áttu ganska kinn til jóla, kinnir fang og krónu, punginn takk með þér. Tryggðavinur trúðu mér. Fór að stað með hreitna kæti, þrett hann náði, viktum sæti, mörgum búi allir mæti, mæði frost og hjarta sker. Tryggðavinur trúðu mér. Helgan herran blessa náði, býsna væna kind hann náði, bókan þá sem líf og láði, ferðist heim og bakka mér. Tryggðavinur trúðu mér. Ása fór í öðru sinni, ei var þessi reisa minni, fórum löndin sem frá ég kynni, fyrðum heim sem stýra mér. Tryggðavinur trúðu mér. Skotar, prístan, framklant, talan náði, kindra, krakka, krónur, vel sem kunni, snakka, kynst og virkja rétt sem er.
Tryggða vinur trúðu mér. Óna pabbi í bragði snöggur brandi veifar og hann snöggur hljópar frám og hælum höggur hafið grund og hóndar vel. Tryggða vinur trúðu mér. Annar úti fékk til jóla, fyrsti marga afti hóla, sótti hann það í svarta skóla, sæmilega múna fekk. Tryggða vinur trúðu mér. Aftur komst úr ferðaplani, fyrðulega gamalplani, fylgst hann þó böðagani, býsna vasin eftir vel. Tryggða vinur trúðu mér. Og rugna köllum öllum snúin, eftir þetta lækni frúin, burtu lokin brókin lóin, beina göktin blinkin vel. Tryggða vinur trúðu mér. Klofið húsnam kroppa svona, krummi náinn til þess holna, að sér í liðir kippi kona, kætt því listir marga ber. Tryggða vinur trúðu mér. Og þegar húts á kalla kappar þeir sem það spjalla, þegar náði hljóð til fjalla, þetta sem ég reyna hér. Tryggða vinur trúðu mér. Að bragur kann að heita þó tætir ekki, nótar sveita bæti við þeir dragar leika og báður ljóðum hætta sveit. Tryggða vinur trúðu mér. Þá er ég búinn. We got till Tuesday. Einhverjar spurningar? Any questions for Þorsteinn? Já, kvæði Agnes eða Cecilia. Hvað segir þú? Svona kvæði Agnes. The question was about similar songs about St. Agnes or St. Cecilia. Yes, there are. Yeah. Okay. But I think we don't have some tunes. Yes, we have. Yes. Uh-huh. For which ones? I know it's for Agnes, and Barbara, and there are some others. Dorothea, I think. The reason I ask about Agnes is because there's actually going to be an event for St. Agnes on the 21st of January. Oh, really? And Canadian scholar is editing the words. So I was just wondering if there was any music. Okay, well let me, specifically for Agnes. Nei, það bara hjá Ólafi Davíðssyni. Það í Vikivakaritið. Herru, ég ekki bara segja þetta bara gott. Ég þakka kærlega fyrir. Kæra þakki fyrir komin og ég þakka öllum fyrirlesana fyrir. Thank you everyone for coming and thank you everyone for speaking. It's a great pleasure. Thank you. Thank you.
Já, hann var aðeins öðruvísi. Þú bæta gæðin og... I feel like some of the options are coming that's really good, so on that virus. They recommended our hours to be there, so I feel like that's still good. I just don't know if that was feasible for us to get there. Is all. Já, vaxtin Yeah, I noticed that too, actually. Supplement, like, okay, so maybe we need a little bit. We go and get a beer. Lári, mætti ég vera með tækningar? Já. Það er ekki hjálpum með búin út í bíl? Já, ég er það. Já. En ég ætla að spyrja, er hljóðbóðið opið? Er hljóðbóðið opið? Já, það komið það í dag. Ok, en ég ætla ekki að prófa þetta. Nei, þú mútt koma að það með frá þetta. Já, nei, ég er ekki að prófa þetta. Nei, þú ert ekki að prófa þetta. Það byrja hann að segja tæpa þessu sko. Ég skal taka fundum. Ég vil bara fá Emil. Ég vil fá að vita allt um þetta. Ég var spenntur að setja restina Emil eða Kalli eða einhverjir. Ertu þið hjálpa okkur að halda á dóttir út? Þorsteinn, má ég fá að mæta þessu hérna á þig? Já. Takk. Og séður þú bríkinn. Þetta er svo mikið blóð. Halda á þessu út í tíu. Hvað er komið með að bóka? Hann er utan já. Þetta er svo bara grík, svo komið við. Við erum bara ekkert svo grík, svo komið við. Það er gaman. Já, gaman að sjá það. Og það er stóra þessi stakkin. Já, það er að nota hálfum með. Þú er svo flott þegar hún hækkar. Já. Emil! Við þurfum að pakka honum inn áður við fundað út. Það er svo mikið að skerja hann. Þetta eru tveir, já. Ég vil bara setja sko... Já, það eru tveir. Þetta er svona sundur. Það er rassin hérna meginn. Það fer á svo ekki eftir í hóknum á hann, sko. Svona.
ógjarna engin stöðum sem það er gert upp með það var eitthvað slótt. Er þetta svo skemmtilegt? Já, það var í lýsingunni, já. Ég finnst það rosalega smerknaðar. Ég er veldig hendilega, sko. Ég er með hendilega, ég veit að hendilega, já. Takk fyrir bílinn. Já, jú. Ok, þetta er svo sátt. Já, takk. Þetta er við kannski að hlaupa. Það kom að Ég? Nei. Það er svo að ég er ekki að Þú tóður það mig. Já, ok. En Asti, erum við að fara að loka hennar staði? Jakkinn þinn, hér er það. Hér er penni. We are making history.